gír í liði, ég veit að það er rigningin á höfuðborgarsvæðinu en við erum að fara í svo stóra helgi, það fengur allir útborgað í dag. Það eru kosningar helgina, það er úrslitaleikur meistaradeildinni og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að ef þið eru ekki gír að þá er eitthvað að. Auðvun Blöndaleiti, ég sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja þeir Egill Einarsson og Steinþór Hróa Steinþórsson, drengir. Er ekki gír í mönnum? Jú, það er rosalega gír og ég verð að hrósaði blöða því að þegar þú byrjaði að opna hana þátt og þú varst að segja hvað dag veri og bara klukkan 4 og notið krúa fóninum og ég hugsaði, veistu hvað? Þetta er þín besta opn. Er það? Ef þú ferð núna Jú, gaman að fara inn í þáttinn svona. Ef þú ferð eftir þátt og inn á Vísi og hlustar á þáttinn þá finnur það okay. Þú hefur ekki átt betri opn. Jú, þetta er gott að fá svona hávítaminni í byrjun. Þú tókst meira að segja veðrið og dagskrá helgar allt á einu bretti. Þetta var alvöru FM innkoma. Þetta var dagsetninguna og klukkuna. Eina sem klikkar á sem böggar með pínu, þú tókst ekki árið fram. Já, drullar á það. Já, eina ástæðan fyrir að byrja að taka inn árið er þegar fullt af fólki sem er að hlusta á gamla þætt og Vísi. Þá er kannski fínt að vita bara stundum, herri, já, þetta var 2024 þessi innkoma. En er ekki dagsetning á þáttunum þar? Reyndar, þetta er ástæðan fyrir ég vinni út af Nei, svolítið þannig. Ég ekki víti bara einhvern þátt út að hlusta. Nei, það var kannski ekki mikið að spá í þetta heldur bara áfram að rúla kannski í eyranu. En þetta er, drengir, það er kosningar á morgun. Alltaf gerast. Eru þið búin að gera upp ykkar? Já, eða svona sko mér finnst þetta alveg weird. Ég get alveg hugsa bara að kjósa svona flest alla bara einhvern veginn. Þannig kostingar. Ég veit hvernig ég ætla að kjósa en ég er svolítið sammálaði. Það er ekkert að fara að eyðileggja fyrir mig laugardaginn sama hver vinnur þetta af þessu liði sem er eftir kostingu. Ég geti hugsað bara að haka það helviti marga. Já, er þetta ekki allt gott fólk? Sko, það sem er að trufla mig í þessu er að við erum ekki að fá alla frambjóðendur hérna í kvöld. Þú veist, ég hefði truflaði. Hvað er akkur minn maður Ástór, akkur fær hann ekki að vera Ástís, Steinu, allt þetta fólk. Jú, það er verið 2 þættir reyndar. Já, en ég er bara gaman þegar öll eru mætt. Þá er stemning sko. Ég er núna, það er mikill gýr. Ég nenni ekki að töði við. Nei, ég er ekki að töði við. Jú, þú er svona pínu að töði við. Er það? Já, ok, ég er náttúrulega jú, það er þetta rétt, en þú veist þetta böggar mikið. En það er debate í kvöld, segast. Það er debate í kvöld. Þetta er ég veist ég bara debate alla daga, sko. Sko, ég get reyndar. Nei, þetta eru stóru. Í gær var stöð 2, heimildin var með á miðvikudaginn þriðjudaginn og núna er svona stærsta er í kvöld. Við sváðum svolítið að verðum, ekki það. Við erum búin að fá eiginlega alla frambjóðendur til okkar. Þetta hefði átt að vera FN95 blöti beitið til dæmis bara mánudaginn. Það er þannig í gangi. Það er þetta gappa lið í allt. Við hefum geta verið með bara svona borð bara, blökast debatið. En betur við alltaf ætla að fara í kryddfíldin okkar. Nei, það var ekki krydd ísan. Nei, úldin ísa eða eitthvað. Sama hvað það er. En þú veist, við ætlum að vera með svona okkar kryddfíld. Og þannig hefur þetta vít okkur þetta. Já, blökast þorskurinn ekki. Ég manna ekki. En allavega, þá þurfum við að fá lið. Þetta er í janúar. Já, en núna við hefði verið gaman að vera með okkar eigi. Við samt erum svona búin að fá þau og í rauninni spjalla við sástu heimi í gær, hann er í miðjunni. Það er allir, þú veist, rosa fínir og þetta er, við hefum getað gert þetta. Ég veit það. Við hefum getað verið allir í smoking nei, það er lett að vera vitur eftir það. Það er óseint núna. En við líka erum með miklu, með fullir virðingu fyrir öllu þessu fréttafólki. Þá erum við með 10 svona betri spurningar. Við erum að spyrja bara verður reif verður LAN. Þú veist, má þetta fólk hreinni í það, skilur við. Þetta eru spurningar sem fólk vil vita. Ég meina, fórsetinn má fórsetinn vera alveg mökkaður á okkur tónuleikunir í bæ. Já, sem dæmi er að ég tók mitt fyrsta flöskuborð í langan tíma síðasta laugardag. Það er bara vel gert. Það kom held ég flestum óvart að Manchester United var bikarmeistari og í öllum United stuðningsmönnum til hamingju. Maður sá það ekki alveg fyrir hérna. Sko, í hálfleik ég var það peppað þegar United og 2-0 yfir. Ég var búin að senda í nokkra grúppur að ég sverða upp á börnum mínu ég tek flöskuborðið ég klára það. Þannig ég varð eiginlega að gera það. Ég varð að haka í boxið. Þú veist hvernig ég er með að sverja. Það er rosalegt. Tók flöskuborð á Hax í fyrsta sinn. Mætti fórsetinn gera það? Taka flöskuborð á Hax? Það er góð spurning, mætti það? Ég meina, auðvitað má það. Sko, málega, ég er búin að vera að kynna með fórsetan núna. Ég legg alltaf 4-7 klukkutíma að vinja allar spurningarkjarnir. Ég er með King of Being a President. Ég er nú sérfræðingur þjóðarinn fórseta. Flest allt fyllibittur. Það er maður research búin að koma með það og bara svona, ekki tala um íslenska fórseta, bara fórsetum allar heim. Bara menn sem gamla, hell í sig,
Ertu ekki aðalega til bara svona bandaríska fórsettum? Já, þetta eiginlega líka bara út allan heim sko. Nei, menn gefum okkur bara blöð væri fórsetir núna. Hann var frábær fórset. Ég alveg sammála því. Þetta Ísi, Gamblar. Já, en segjum að blöð væri fórsetir núna og hann hefði bara Það er það sem að samin á þjóðina að maður sé að hell Ísi og Gambli. Ég meina, þetta er stór partur. Allavega verðist vera að fólk sé dullu sama, það er ekki að segja. Nei. Já, en ég telling hell of a goddamn En með hvað er mikið hittamála að Hagkaup sé að fara að selja brennivín þá er greinilega þetta stór partur af þjóðinni. Hittamáli okkur trúð. En ég er að segja að þú segjum að þú verið fórsti. Já. Þú er bara vinnuðin eða þá sko. Já, og ég ringi í því og segi, heyrðu, ég ætla að fara niður í bæ. Það svarar ekkert alltaf sko. Ég verður hún fórst í Íslandstendi. Hvað er það að svara? Það komið eitthvað nýja fínni vini. Það komið eitthvað fínni vini. Nei, ég svona ég væri hættur að taka gigginn með þér og ég myndi svona minka það að vera svarar. Ég myndi svara á Messenger. Mættur að gigga? Þetta er bara, þú veist, þetta er það sem ég langar svolítið að vita. Nú er ég samt ekki að djóka. Mér langar samt að vita, bara hvort að segjum að fórsetinn færi niður í bæ. Mætti hann skemmt á gótuleitinu? Segjum að hann færi bara flöskuborð niður í bæ og væri bara í alvöru gýr og jafnvel í þannig gýr að hann fengir bara einn á kjaftin sko. Þá ertu orðið vont sko. Já, en ég veit það. En hvað gerist þá? Getur þjóðin sagt bara við viljum nýjan fórseta núna? Nei. Eins og ríkisstjórnir geta sprungið. Segi bara fyrir gæðu og þetta fór aðeins að langt Guðni T.H. var oft mökkaðunni í bæ sko. Nei. Það var með buffi alveg konvitt. Ég hef aldrei séð hann. Já, það var ekkert vesið með hann. Jú, hann var ekkert fullur í bæ. Hann var bara hjólum með buffið og alvöru fórseti. Maður fólksins. Hann er búin að vera geggjaða fórseti. Já, hann er búin að standa sér sveit. Þau bæði búin að vera geggjuða En veistu það Stendi, ég verði að láta þig heyra þess núna. Þegar þú ert búin að vera að gera lítið úr flöskuborðum með FN95 blöð. I had a hell of a time. Það ekki. Gætist til að vinni að ég var high on life eftir hennar byggasögur og það er í rauninni rannsóknarverkefni bara að maður skulle haga svona ennþá 43 ára þegar United vinnur. Það var óvænt dolla. Ég bara langt sinni, ég skemmi það vel. Ég er bara að gefa hags það. Fórst þú á flöskuborðið? Ég var fróhjónin voru með partí. En vitið bara vitið einhvern annan 43 ára kallmann sem fór á flöskuborð eftir United sigurinn? Ég meina Óskar Örn var það með menn, hann verið 40 árinu. Já, hann var hann að gegn vilja sinum sko. Sá gæi knows how to fucking party. Óskar Örn? Nei, það er eitthvað sem má tefna. Hann getur sett hamarinn niður. Já, hann reynda að vera í alvöru gíra. Þetta er bara, ég skemmti mig komin. Já, dæmum þið ekki sko. Nei. Ég var bara í stúkunni og Kópavogsvelli, minnum heimavelli. Fróhjónin held upp á þetta þar, með útsinni, völlinn og já. Allt upp á 10. Já, bara 10,5 sko. Talandi meistara, við verðum óska FH og Valsurum til hamingju með titli. Það er komið Íslandsmeistari í handbolta og Íslandsmeistari í körfubolta. Veitum ekki hvort að maður sé að fara að óska FH til hamingju sko. Kjúli okkar maður. Þetta var svolítið lesið þegar þið fengu Henshin Desiares. Já. Pál Marsson yfir Þorgast Eil var millifært titilin á það bara strax. Þú veist að þetta var afturöld því sem voru að keppa þau sko. Ég veit, ég var hugsað til því þegar voru niðurlega þína menn sko. Ég elska þetta lífur. Sjá Aron, þegar hann, veist, hey, when push comes to shove og þetta voru alvöru leikir og hann hugsaði með þessi, ég ætla bara að klára þetta, þá bara kláraði hann þetta. Djúfell er hann góður í handbolta. Hann er bara titla veikur sko. Það er eiginlega bara að kaupa sér nýja íbúð fyrir titlana sko. Það er hérna unni titla bara allstar. Auðvitað óska ég FH einhvern lamingju. Svo er það líka að gefa Valsunum það að okkar besti maður Kristoffer Eikóks meiðist eftir 10 sekundur og þeir klára leikinn. Ég var leiðist að sjá það maður. Það er svona það braut nýða og sér í tvent var ég að lesa. Nýjaskilin fór í tvent. Nýjaskilin og eftir 30 sekund. Þetta því að Kristoffer ég lít á Eikóks sem einu af hennum bestu vinn. Þannig að þegar ég er að horfa á hana leik mammans er diggur hlustandi. Já, ég var frábært. Það er okkar besta manneskja. Þannig að þegar ég er að horfa á hana leik í svona semi-neutral skilur. Ég á vini sem elskar val ég vinni mig Grindavík og mikið að kunnum það. En ég er svona, hörðu, ég ætla bara að horfa. Ég vona að ég fá bara heldur álur leik. Ég vona að Kristoffer Eikóks segja hell of a goddamn game. 30 sek. Braut nýjaskilin í tvent. Hvernig getur maður bara brotið hann í tvent? Hann lendir svo, hann fær högg og dettur svo illa eftir það. Það bara steig eitthvað í fótinn meðan hann var að detta og það var hrikalt. Já, svo er þetta risa stóri gaurar maður. Þú veist,
Það eru, já, þú veist að detta fast bara, þú veist, Svo stígu valsaður upp Nei, ég er að það hátt Hann er svo hár og datt fast Þegar mann ekkert óvart að brjóta sér nýja Það eru bata kveður hérna Já, heldur betur Þetta margir grindvíkingar hafi kannski ekki fagnað þegar það var svona semi-fagnað Yes, Eikoks er átt Nei, veistu það, ég hugsa þetta að ég held að við enginn Ég er náttúrulega, veist, er búin að mæta á úrslitarimmu Valur Tindastóll, þú vilt aldrei að neitt meiðist Eðlilega ekki Nei, en svo reyndar skal ég viðurkenna það Þetta var áður við fórum í úrslitunarmóti hérna K.R. á sín tíma Þá meiðist eitt leikmann okkar, bara rétt fyrir finals Þá hugsaði ég, gat ekki einhver hjá þeim frekar meiðist Þú veist, þannig að þetta er meira það bara, þú veist, þegar þitt lið missir bara sem besta leikmann Þá hugsaðu, gat ekki frekar í hinlið En það óskar náttúrulega engin stuðningsmaður meðsli á aðra leikmann Svo bara stigu valsaður upp Eikoks komið bara inn í klefa Við tærum, hérna, Badmus, minn maður, hann kláraði þetta maður Ámlega Tindastóli fyrra, fór á kostum hann En við erum nú á uppskýrandi Grindavíkur í kvöld Og við verðum að bara rífa upp það partí Já, ég meina, þú veist, þetta er geggjaður árangur Og bara stemning Þetta er litið kannar mökka sem Já, Grindvíkingar, sko Það er ekki ásættu auðmingja það, sko Þetta verður eldgamli skóli Þetta er líka, þetta er sjómannahelgin Grindavík, ég skal lofa því Grindvíkingar þið sem er að hlusta Það verður alvöru fóking partí Það er klárt Við lofum því, herru, svo er þetta líka Það er einhvern veginn allt í gangi, það er úrslitaleikunni Meistaradeildin á morgun Það er Real Madrid Dortmund Já, áhugi zero Er það málið? Þú varst áhuga á Champions League Final Mátt ekki vera svo mikill lúðistendi Nei, bara Ég ykkur ekki alltaf bara að vera plumpundir sæng og þeirra Sko, það er að horfa á íþróttir, sko Sko, að vera að missa mig yfir að Dortmund sé að spila Dortmund Já, ég að missa sefni við því Reyndar er ég að missa mig yfir Reyndar er að risa við sékart á morgun Ég fer Mér hætti það alltaf þegar þú talar Já, ég held nú oft með liðin ykkar Ég hérna, ég hef átt að hendi þátt, auka þátt í blökastunum núna Já, það er dreipið Sé hotnið, sko Það er stórt kart á morgun Já, það er seint núna Já, gera næst En það verður margir alltaf ofurölu á morgun Við erum með kostingarnar, Champions League Final Þetta er bara, þetta er einn stærsta helgi ásins Og allir búin að fá paid En svona flest allir nema þegar sumir með yfirmann sem er seinir að borga Já, þetta er, ég kalla þetta svona helgi sem er döðu fyrir skaup Það verður einhverjir sem að fara of hratt inn á morgun Og farnir fyrir miðrætti, sko Já, fólk er að strauja kortin Talandi alvöru helgi Okkar besti maður, 1 enn á afmæli í dag Auðun með 1 enni Ég var að hitta hann fram, ég sagði ekki neitt Faðmaðurinn Ég vissi það ekkert Hvað, af hverju ætti ég bara Þannig að maður þetta skammar En af hverju Ég vissi það Já, hvernig vissur það? Ég fylgist með bara mínum vinnum Hefur heilt hana birthdays fítusinn á Facebook? Já, ég er ekki með neitt þannig, sko Jó, það er allir með þess með Facebook Hver á annar, ég sniður koncept Það er heldur þægilegt Við er bara svona fyrir fram með mér En ég vissi þetta ekki, ég þarf að nú ætla ég að fara fram hann bara Ég var að fá hann inn Hann er þarna fram með Hann er í símanum Hann er, hvað á ég að koma inn? Tómi tjóðan fram með Þetta er okkar besti maður En einhver held að sín var í einhverju vesinni Negeri, það er álveru mökk og öllum hæðum núna Þetta er sem ég búin að byggja núna í langa tíma Að labba þetta inn á föstu degi Og það er fólk í blackout út allt Það er þrifmökk Það er allir að þrýfa og hell í sig Það er búningadagur Já, það er allir einhvern veginn nema við erum ofta einu mennir í þessu fyrirtæki sem að þurfum að vinna Af hverju erum við party poopers? Af hverju erum við í búningum núna? Við þurfum að skemmta þjóðinni Getum ekki alltaf að skemmta okkur Við hefðum samt verið Svampi Sveinsson Þannig að samt verið blöðarinn, sko Ég hef náttúrulega aldrei verið Svampi Sveinsson Ég hef verið eitthvað rándist, sko En þú hefði samt alveg getað að setja á tökkurum í Svamp Sveinsson búning, sko Við kynum það Það er ekki flókið Það er góða punktur Sko, ég er alltaf gaman þegar blöð með búningamökki sitt alltaf Já, ég þarf vel að frenda í aftur Það sé skilti sem ég klætti mig eitthvað búning og Það var lélegast Hann mætti sem Thor og sko hamarinn hans var eins og elspýtustokkur minn en gemsi. Þetta er vandamálega að panta af the internet. Það kostar jægt mikið á jari. Ég sé bara þetta er stærsti hamar sem ég panta. Þú bara horfa á minn. Það var svo þungur líka. Já, neðilega þungur. Það var gott í honum. En hvernig dettum þið það bara í hug þeir sem að selja búningin? Þetta skrifast ekki að þig. Hvernig dettum í hug að hafa svona lítinn hamar? Þetta er bara skrítið. Ég maður þú mættir í partí, ég spurði þig fyrst, hvað ert ekki með eitthvað hamar? Jó, ég er búin að nenni ekki að sína hann strax, þú varst ekki á nóg drukkið til að síla hann. Það var svona ok, en það var satt nákvæmlega eins og Thor hamari, það var bara aðeins minni. Já, en bara þú veist, akkur ekki að hafa hann þá bara uppblásinu og plastið eitthvað. Hvað er það? Það var ekki eðlilega dýrt. Krakki hefði, þetta er líka verið of lítið bara fyrir krakkabúning. Þetta var bara eins og veip.
er alltaf til skammar í þessum búningapartíum. Árið og undan þá kom hann sem Humphrey Bogart og ég bara, í hvaða mynd? Hann bara hefur ekki séð Humphrey Bogart. Ég bara, jú, þú veist að það er leikari, sko. Þú ættir að koma sem karakter. Hann var í frakka með hatt. Vesti búningu sem ég séð. Hann var helviti góður. Ég var eins og hann. Fólk var rugglast á með hann, bara, er hann mættur þetta? Veit ég er alltaf að setja, það er bara hendi í búningapartí. Ég mætti eins og þessi Dr. Filmar. Það var alveg búningur. Já, þú ert líka bara alveg, þú ert ekkert eða líka. Já, ég fór í gerfiskalla og allt, sko. Þeir eru nákvæmlega eins. Það var rosa og segir var Beetlejuice. Mjög skrítin leigubíl að ferða heim. Já, það er gott búningamökk. Já, hvernig er það Halloween næst? Það má ekki bara vera með þetta þegar Halloween er. Tengja þetta bara. Ertu að tala Halloween? Já, það er alltaf gott grín. Ég held að plötvélin held ég bara hendi gott búningamökk. Nei, hann er með ammali núna, 30 Það er búningamökk í því koncept. Nei, kúrikaþema. Kúrikaþema? Ég sá það bara á Instagram. Mæta sem Woody. Er það ekki fokkin búningur það? Hvað var ég að segja? Ég sagði, búningaþema, þá velur þú búning bara. Já, þú mæta sem að goddamn cowboy. Mér sýnist það, ég sá það bara á Facebook. Þannig að plótvélin, já þetta er kúrikaþema. En hann kallaði plótvélin? Kúrikaþema, þetta er ekki bara skirta. Línas kalla plótvélina, þetta er ekki bara kúrikaþema, þú verður að vera sexy cowboy. Þess að þig, þú reykir. Þú getur verið með sík og allt kvöldi. Það er nefnilega máli, ég reik ekki, sko. Það er einu mistingin í þess að sögðu. Það er engin flottu kúr ekki með veip, sko. Það er aðstæðan, sko. Séum við gæja á hesti, þröngum gallaböksu með veip. Já, við byggður. Ég ætla að fara yfir, hvað skal koma í dag? Við erum með klefa og, ég hafði persónulega mjög gaman á. Við vorum að ringjaði fólk. Sögum að vera leki í íbúðun okkar við Steindi og vorum að spyrja hvort þið mættum koma að horfa á kappræðnar hérna í kvöld. Við erum mjög spenntir í því og ekki tekið vilja. Nei, hann var ekki tekið vilja það. Vilt fólk ekki fá ókunnt fólk bara heim? Komin óvart einhvern veginn, hann vill ekki fá fólk niður. Já, sérstaklega líka þegar ég ætlaði að taka pappa með sem er nýraður og stórreikingamæður, sko. Það er ekki að hjálpa. Við ætlum að fara í þekkið ekki og ég er með góða spurningar í dag, drengir. Ég fekk fólkið á Instagram til að hjálpa mér og ég er með 4 alvöru spurningar. Það er gott að virkja the fans. Já, ég er peppaði fyrir þeim. Spurning hérna Gilstarans, við erum að tala um King of President. Við erum að tala um King of Being a President. Ég er bara veltað með hvor ykkar væri betri forseti. Það er góð spurning. Þú þarft að hafa ákveðna eiginleika til að góða forseti. Herðu, ég getum bara sýnt þér eina hérna forseta mynd, sko. Þú til ég hana það? Ákvæmdu með það núna í kvelli. Hvað þú sem forseti? Þú veist við erum ekki mynd, þannig að það er bara einn sem sér þetta. Áttu myndaðir sem forseta. Já. Myndir ekki treysta þessum hérna? Nú er gott að vera mynd. Já, nú ert eiginlega hendur sem stóri hér. Jesus Christ, man. Þetta er að president. Já, ég ætla að setja þessi stóri. Þetta er þessi stóri, ég Þú átt að run og þetta er bara myndi. Við erum með grátt yfarskeggarnaflu. Þetta er rosalega. Við erum með kortmyndur frekar líka á sínum stað og svo ætlar að henda ég þegar ekki hátíð to fellow kids. Jó, ég var einmitt að virkja hlustendur og er að fá, sko, það er ekki eins og of seint að senda, það bara er að dritast inn frasar. Já. Og það er svona, hafi kannski kortir í viðbót til að senda frasa. Þannig að það var jafntefli minni með síðan, sko. Sem er rosalegt. Ég þarf að virkja fans með spurningarkeppni. Já, það er það. Ég tekur með 4 til 7 klukktíma að semja þetta. Nei, þú ert í svona 10 mínútur að semja þetta. Já, svo getur líka bara fengið ykkur að 3 aðra nákvæmlega að vera með þáttir. Þú ert ekki til 4 til 7 tíma að semja spurningi. Og þetta sýnt að fyrsta voice memo hjá mér er í morgun. Já, og hvað ertu bara búin að semja þetta síðan? Þú ert að vinna í morgun. Klukkan 10:39. Vilt það sína 10:39 er fyrsta spurning. Já, hvað er 16:20 mínus 10:39? Þú ert ekki að vinna í henni núna. Þú vant að Sverri Bergmann að mathlead. En ertu þá ekki bara búin að vera með steady brain? Ég er búin að vinna í henni á 10 morgun. Fólk fatt ekki alveg vinnuna með að semja þetta kjaftaði. Þetta er 10:39, sér þetta hérna? Það lítur að vera ógeðslega erfitt að koma alltaf með nýjar spurningar hvern einasta fösta því að aldrei er það með sömu spurninguna maður. Drullu erfitt. Já, ég alveg einn sko. Hefur einhvern tíma spurt sömu spurninguna tvisvar? Ég veist, stundum hafa kannski verið tett líka. Já, svolítið líka. En aldrei nákvæmlega eins. Nei, það er ekki ólíklegt sko. Þannig að þú ert í 10 tíma að semja svona svipa. 67 tíma. Það er ekki 10 tíma. Hvað segir 10 tíma? Hvernig byrjaði eftir 10:39 morgun? Klokkan er 4 stund. Þá var þetta 6 tímar. Já. 10 plus 6, 16. Akkurat 6 tímar. Það er það sem ég segja. Þetta er 57 klukkutíma að segja mér svona kérn. Heyrður þú kvótið sem Gnar sagði? Hvað sagði Gnar? Hann sagði að art is like a fart. If you have to push it, it's probably shit.
Þú veist að þrýstus þetta á að koma bara svona fæðilegt. Ég er að dúlla mér í 67 klukkutíma. Ég er ekki að þrýsta það. Ég minn þetta bara að dúlla mér í 67 klukkutíma. Nei, ég segi svona, þetta er bara, þetta er vandaða keppnir. Þetta er bara vandaða keppnir. Hvað er ruglið? Já, kæru hlustundur, þetta er þannig helgi við dæmum ekki einn ískaldan túborg með þætti dagsins og við erum að byrja þetta á drengir nýjasta lagi M&M. Það var að koma út lag með honum í dag sem heitir Houdini. Það fyrsta lagið? Já, ég var að sjá LeBron James og fleiri að peppa þetta á Twitter. Ég er ekki með fyrsta lagið að nýri plötu hjá M&M. Hlustu nú. FM 957. Þetta er fyrir að hlusta hér á FM 957. Þetta er nýjasta lag M&M, Houdini. Þetta er svona Back to his roots. Platan heitir líka held ég The Death of Slim Shady. The old school is back, maður. Já, ég er að finna það. En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 957 og ég ætla að byrja slúðurpakkan á sama og sko það eru bara alla slúður síðar að fjalla Jennifer Lopez og Ben Affleck. Nýjasta er að dóttir Ben Affleck var að útskrifast og Jennifer Lopez mætti þangað með Ben Affleck í útskriftina hjá dóttir hans til að sína stuðning. Svo keyrðu þau saman heim í íbúðuna sem hann er að leigja núna því að þau eru separate og hún fór beint þaðan eitthvað annað. Þannig að þetta er það stendur þetta put on a brave face. Þetta er búið að vera apaskítur í svolítinn tíma. Já, þetta virðist bara það sama við tölum daginn að þetta virðist bara vera búið hjá þeim allavega. Varstu ekki búin að kalla þetta þetta er alltaf farið apaskítur? Ég man ekkert eftir því að hann hafi kallað það. Finnst það líklegt sko? Finnst það líklegt? Já, ég veit bara ekki alveg hvað ég á að segja drengir. Þetta er bara sko, það er meira, já, það er meira Jennifer Lopez því að hún gæti verið að missa 12 milljarða samning við MGM Resorts í Vegas. Því að þá búið að það átti að fara að skrifa undir að hún ætti að vera með Risa Vegasjó en núna eru þeir stressaðir því að platan hennar This Is Me Now sem kom út 16. februar hefur bara fengið hræðilega viðtöku frá almenningi og tónlistagagnindum og svo hafa miðar á tónleikaferðalaginu Bandaríkin verið miðarsalan verið það dræm að hún þurfti að aflýsa fullt af tónlingum. En hún í Vegas er alltaf negla. Það er sem ég ætla að fara að segja. Þú ert í Vegas og það er búið upp á Jennifer Lopez einhvers staðar. Þú myndir alltaf mæta. Þetta er bara svo Celine Dion seldu upp alla tónleikana every goddamn day í 20 ár sko. Þannig að tekið upp hanskan fyrir J-Lo. Vegas er svolítið, þú kastar þar inn hangklæðina ekki, þú tjekkar út þar. Ekkert endilega. Jú, ekki. Hvað meinar þú? Af því að það er aldrei neitt sko nýtt og fest. Celine Dion, besta söngur í heimi fyrir Jóhannugurinn er búin að alltaf tónleika þarna pírilli sko. Algjörlega, og hún gerir ekkert annað, hún er bara þar að tjekka inn. Já, menn að það ætti ekki að fara í tónleikaferðalag og svona. Þetta er kannski ekkert svo fjarrilagi. Þetta er endurinn, yfirleitt er þetta 50-60 ára gamalt fólk sem er búið að harka allt sitt líf og það núna bara, ég ætla bara að velja hana sal hérna á svo hóteli og ég ætla bara að vera þar í 4-5 ára og check-in. Þetta er eiginlega rétt. Já, en ekki verið um allan heim eins og Taylor Swift. Nei, ég veit það. Það er alveg endalast flug og vesen, hann er bara með eitt location. Já, en það er Taylor Swift ekki í Vegas eða Drake eða... Já, en Taylor Swift er aðeins yngri en Jennifer Lopez. Já, það er hans punktur. Já, ég segi það, hann mun koma að því að Taylor Swift sæni sig hann inn. Eða ekki? Jú. Eftir að X á reyndar þarf hún ekki að halda, hún gengur ákveðlega í háinni hann í dag. Og það er ekki út á örnum. Nei, ég er að segja að Vegas er bara svolítið hann. Þú bara svona er búin að sá lengi og uppskrifa. En ég meina allir bestu artistir í heimi gigga í Vegas. Já, það er oft, þú veist, allir bestu grínist besta party place í heiminum. Já, ég meina Seinfeld er fastur þarna. Ég held þú sért meiri vesen eða þú ert enda fyrirlinni í Atlantic City. Þá ert ég alveg apaskip. Þá held ég að sé svona, herðu. Þá ert ég apaskip þegar þú gerir það, sko. En ef þú ert hérna með kveðju svona dæmi með þetta í Vegas, þá er það alveg bara svona, herðu. Já, alveg respekt. Já, þetta er bara mér finnst ekkert, veist, finnast hallarslegt ef að J-Lo með sýningu í Vegas. Ég myndi mæta ég væri þar. Nei, það er ekkert hallarslegt. Þá bara fólk bara klára svolítið fyrirlið það. Herðu, reyndar, Lady Gaga var með sjó í Vegas og hún á nóg eftir. Svona aðeins til að mér er bara svo steikt nefnilega af J-Lo að því hún er nýbúin að gefa út plötu af hverju hún ætlaði að fara að taka Vegas-dæmið sko, núna, örli sko. Ég held hún hefði bara einhvern veginn fatt að platan var ekki alveg að hitta. Hún far vel að vinna bara með svona stækti lögin sín og herðu, svo er ég með slúður af Justin Bieber og Hailey Bieber. Það var að koma í ljós að þau náttúrulega, hún er ólétt, hún Hailey Bieber og þau ákveða renewal their wow, hvernig segir maður þetta á íslenska? Endurnýja heitin. Þá fekk hún nýjan ring frá Bieber sem að kosta ekki nema $1,5 million sem eru hvað, 200 og eitthvað milljónir. Það er eitthvað dýrringur. Já, það er ekki bara svo mikið. Mér finnst þetta svo steikt. Nú, af því að sama hvað maður ætti mikið pening, af hverju að eyða svona miklu ring?
hann á bara það mikið. Þetta eins og fyrir þig að kaupa hring á konunni að vera kannski 100 sko. Samt ekki, af því að allt kostar samt í kringum hann það sama sko. Já. En mér finnst þetta eitthvað svona mér finnst það einhvern veginn ekki gera hvað sagði það mikið? 1,5 $1 Nei, hann er örgulega fýtt sko. Þetta er bara svona hann er metin á 300, þú veist. Já, þetta er ein. Ef þú ert að kaupa svona dýran hring handa konunni, samt dýrhringur sko, ef þú ert að kaupa svona galinn dýran hring handa frunni, þá ætla ég að giska að sé allt í abaskítja. Þú reyndar heldur það alltaf Bieber. Hann má ekki fara í kirkju og þá er allt í abaskít hjá honum. Hann má ekki gefa út lag bara með einhverjum gospelkóð og þá er hann bara sprauti í helnum. Þú manst eftir leið og þetta er svo að vera erlendis að koma heim með blóm. Þannig er konceptið. Já, manstu leið og þegar þú kaupir svona hring sko, manstu leið og hann þú kaupir svona hring ertu á því að hann sé búin að vera að skýta á sig eitthvað. Nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja það hljóma bara eins og að sé kannski ekki alveg allt upp á 10 þegar þú þarfst að fara ég veit það ekki maður. Þetta er bara fólk mismönda. Hellinga milljónamæringum í Hollywood sem er ekkert eðla nískir sko. Justin Bieber er ekki nískur. Svo er hann líka alltaf í neyslu. Þá er alveg farin og hann er ekkert í neyslu í dag. Það held ég ekki. En í lagi? Það held ég. Ok. Bara með það pappi. Hvað er hann að gera? Það eru fyrir 6 eða 7 árum eiginlega. En er hann að gefa út lög og svona? Já. Hann reynda hefur ekki túrað í eitthvað 2-3 ár. Já, ég náttúrulega var búin að kalla það leið og allt þetta dæmi dattinn. Það þurfti engar snilling til að sjá það í kórnum að hann var ekkert að fara að halda annað tónlistarlag. Í kórnum? Já, það var vandræðilegt sko. Fórst þið í kóruna? Nei, jú, heyrðu, ég held ég hef farið. Já, ég fór á einhverja tónleika. Mæmaði bara og rölti hann og settist og eitthvað. Þetta var bara óþægilegt. Já, ég held ég hef bara verið hann. Og þess að var að lappa í svefni. Já, en ég sko já, en er hann að gera eitthvað? Hann er að gefa út lög? Já, ég hef ekki heyrt neitt lag með hún sko. Nei, það er svolítið síðan að koma nýtt lag með hún. Hann smíðar eitthvað nýtt fljótlega. Hann er líka alltaf að sleppa því sko. Hann gerir bara sitt. Svo var Khloe Kardashian í viðtali og var að segja að hún losnaði við her camel toe eftir að hún misti aukakílóin. Hún var alltaf að berjast við camel toe. Svo sýndi hún einhverja myndir. Það er nokkra myndir að henni hérna. Veistu hvað camel toe er? Hvað ert að segja þetta? Var hún að berjast við sína camel toe? Helviti er þetta árið skriti. Þetta er rosalega móli sem blöður með. Ég er bara að lesa það sem hún er að segja. Það er bara fyrirsögnina. Hvað stendur hérna? My camel toe vanished when I lost weight. Og svo er hún að segja hér og hérna verið að sína myndir hann þar sem hún var ofta að berjast við svona camel toe. Það stendur hvergi hún hafi verið að berjast eitthvað við það sko. Hún er að tala um það, ég er ekki að reyna að vera að finna þetta. Þetta er svona your shit stendi sko. Hún er að koma til þetta. Ég er nú aldrei þetta að væri algjörlega eitthvað dót sko. Camel toe? Nei, bara þú veist, þið veitir að ég kem aldrei með neitt svona. Þið eru alltaf að koma með svona. Hafið þið séð að camel toe? Hæ? Takk þú þessa. Ég er bara að tala svakar þetta út. Þú kostu spurningum á millugur. Takk þú þetta. Hvernig er það að sjópa þér? Kostu ekki spurningum á millugur. Takk þú þessa. Ég tek næstu. Nei, þetta er fyrsta. Hvernig er það næsta verið? Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Blöðmaður, AKA. Þetta var heldur góður. Við skuldum auglýsingar. Þetta var bara fínasti pakki. Já, ég segi það heldur góð. Þetta var steikt þér. Hér strax eftir auglýsingar förum við í þekkið ekki og klefa dagsins þar sem við erum að ringja og spyrja fólk hvort við megum horfa á kappræðunar heima því að íbúðun okkar lekur. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er því að fyrir hlustu á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum ekki beinni útsendingu núna því við Steindi erum á okkar uppáhaldstað sem er Klefingóði. Já, hérna líður okkur vel. Já, það er bara þannig. Já. Og Klefi dagsins minni svolítið á stigagang sveimi þá ef þetta er ekki bara stigagang. Já, og þegar við vorum að reyna að gista út af lekanum. Já. Þannig að en það sem við ætlum að nýta okkur það eru kappræður í kvöld. Já, það er sko þjóðin er að fara að horfa. Já, risakvöld. Og við ætlum að svona bara, ringja og vera bettlum hvort við megum að horfa á kappræðunar hjá fólki. Já. Af því að það sé bullandi leki. Já. Og það verður að vera vesen líka. Já, alltaf vesen. Vesen á okkur. Það er bara þannig. Vilt þú vera á undan eða viltu vera á eftir? Ég skal byrja. Þú ætlar að byrja? Já, ég er í stuði. Ok, viltu konu eða kall? Hvort eða býtu? Er ekki líklegra að við fáum hvor er það eileri? Þú ert náttúrulega aldrei að fá að fara að mæta og horfa á kapp. En konan er, ef ég ára reynskilin, konan er líklegri. En þú veist þetta er keppni til að reyna það? Já, þetta verður að reyna það. Herðu, hérna, já, það er kona. Kona, ok, það sé.
Já, Brynhildur. Já. Sæl og blessuð, Höskuld heiti ég og bý hérna í númer 9. Já. Hvernig hitti ég á þig? Ég á ferðinni. Já. Heyrðu, ég var að spá. Nú vorum við að lenda í smá á hvaða hæð ert þú ekki á annarri? Nei, ég á 50. Já, einmitt. Þá vorum við tveimur fyrir ofan. Já. Við frúin vorum að lenda nefnilega í smá leiðindum, sko. Já. Það byrjaði að leka inni á baði hjá okkur. Jú. Þannig að við erum að díla við leka. Já. Og hérna sést glugginn, þetta utan að koma til leki sem líka svolítið leiðilegt, sko. Og nú verið að þurrka þetta allt saman. Já. Og okkur langaði svo að horfa á kappræðurnar í kvöld. Og við erum búin að bíða eftir þessu alveg að opna einar rauða og horfa. Já. Ætlar ekki að horfa á kappræðurnar? Nei, ég verði að hugsa ekki heima í mér í kvöld. Já, heyrðu, það reyndar fullkomið þá. Já. Ég var einmitt alltaf sko að spyrja hvort við getum verið hjá þér en ef þú ert ekki heima þá erum við væntanlega ekkert fyrir. Já, ég ekki alveg tilbúin í svoleiðir ef ég ekki heima með. Nú, við erum ekki mörg sko, við erum 6. Já. Ha? Já, ég ekki alveg svona, já. Í alvörunni? Já. Það verður ekkert vesen á okkur sko. Við komum bara með okkar eigið og þetta bara rauðvinsbelja og Maríland og svona mönns með þessu sko. Já, ég er ekki alveg til. Ekki? Svo tengdapappi búin að vera svo spenntur líka. Já. Hann nýræður sko, hann síðustu kappræður sko. Já, og hann er hjá einhverjum öðrum. Hann er í hjólastól og búin að bíða spenntur eftir þessu sko. Það er búið að bóka þjónustu sem kemur með hann og hérna hann er stórreikingamaður sko. Já. En við mætum alltaf með spray með og þannig að það verður engin lykt eftir okkur sko. Já, en það er ekki búið að reykja inn í að mér sko. Það má ekki, nei, við getum alveg ítt honum út á svalir. Já, hann kemst ekki út á svalir, það verður að gera við. Já, það verður að gera við svalirnar ykkur. En gæti hann reykt út gluggann? Nei. Eldhúsgluggann? Nei. Nei, ok, þannig að þið viljið ekki fá sígaretna. Ég menn aldrei fá sígaretna inn til mín. Nei, veistu hvað, þetta er sama regla á í okkur sko. Við höfum alltaf sett hann út á svalir þegar hann kemur til okkar, alltaf. Hann er aldrei reykt inn í okkur. Þannig að við sleppum því bara, ég ætla hann að stinga upp á ef það myndi sko blása út bara, ef það væri rör út gluggann og myndi blása í gegnum rörið, reyknum. En það kemur samt alltaf af sígarettinni. Já. Við sleppum bara algjörlega sígarettunum, ég er algjörlega sammálaður. Það er líka bara algjör óþarfi og hann á ekki að vera þessu sko. Þetta er svo ógeðslega óhollt, hann náttúrulega bara þekki það ekkert almennilega sko. Hann er komið með allir klopp sko. En hvernig er það? Hvernig væri best að nálgast lykilinn og svona? Ég er ekki tilbúin í þetta. Nú? Þú voru bara að byrja aðtúa þá á 3. hæðinni eða eitthvað. Nú, þú ert ekki geimið í þetta? Já, nei. Nú, já, fyrirgefðu, ég miskildi. Ég held að þetta væri klárt, sko. Já, nei. Já, anskotir. En ef gamli... Já, ekkert mál. Ég bara skil það. En ef gamli maðurinn myndi bara ekki koma? Nei, bara almennt svona bara. Já, en þetta væri bara við 5. Við erum öll reyklaus og... Já, nei, ég er ekki... Ég myndi vel að vera heimi hjá mér ef það verður svo leitt, en ég er ekki til í það. Já. En þetta er ekkert að því að við erum með psoriasis? Nei, þetta er bara mitt prinsip að ég er ekki... Því að það er ekkert að molna af okkur, sko, við verum öll bara nýböðuð. Já, þú verður að prófa einhverstann annars það. Já, ég skilji. Þannig að en ef við myndum sleppa rauðvininu og gamla manninum og vera öll búin að bera okkur vel og ekkert... Já, nei, það er ekkert. Þetta er bara almennt svona. Já, er þetta ekki bara búin að ákveða hvernig þú ætlar að kjósa á svona? Nei, ég er nefnilega ekki búin að kjósa. Nei, það er saman með okkur langaði svo að horfa til að ákveða hvernig við ætlum að kjósa. Við erum alveg klúles. Já. Heyrðu, en hérna, þá nær það ekki lengra. Ég fæ kannski bara heyri þér eftir. Já, það breytist ekki skoðunin. Já, ok, segðu það. Já, verðum í bandi. Ok. Já, nei. Greið góða maður. Hvað varstu komin í lokinu? Það væri psoriasis sem þetta eða eitthvað?
Nei, bara svo svona líka sko, þú viltur hóra á kapræðu bara fyrir gamla kallið, svo bara búin að dömpa honum. Hörðu, ég glemdi, ég ætlaði líka að spyrja hvort þið mættum krassa. Já, ég held að ætlaðum að fara í það, mann. En viltu ringja það er fínt, þá skal ég taka það. Hörru, ertu ready? Þetta ekki mitt. Erfitt að fara eftir svona. Viltu ekki spyrja hvort að þú megi líka ganga á skápinn hjá henni? Hvort hún eigi eitthvað fyrir kvöldi eða hvort að þú að kaupa eða? Halló. Guðlaug. Já. Hæ, þetta er Bjarni hérna. Hvernig hitt ég? Erst þú ekki í 25? Jú. Jó, hæ, þetta er Bjarni hérna. Ég að ringja hérna aðeins út af kvöldinu. Nú voru við Ásdís mín að lenda í smá vesin. Á hvað hæð ert þú? 4. hæð. 4. hæð, já, þú 2 fyrir neðan mig. Við vorum að lenda í leka, maður. Já. Það er ekki skemmtilegt. Og ekki datta nú á besta degi á að horfa á kappræðunar. Ég er ekkert hann að hugsa svo langt. Nei, við erum svo spenntir þessu fjölskyldan sko. Þannig að við erum svolítið að reyna að dreifa álæginu yfir stigagangin. Við erum 4 og við ætlum svona að tjekka, ætlum að byrja að hlera þig Guðlaug mín hvort við mættum horfa á kappræðunar hjá þér, fjölskyldan. Þetta er sem sagt ég, Ásdís og Tengdó. Ég er bara með matagest í kvöld sko. Já, það er bara stemming. Hvað eru margir? Það við verðum 5, 6. Já, þá eru við nú ekkert svo mörg, þá eru við 10. Hvernig er með gestina sem að koma? Eru þau að koma með allt sjálf eða er þetta eitthvað en bara svona, er þetta bring your own booze eða eru þið með? Það er bara, ég er að bjóða mér mat. Já, æði. Mættu við kíkja, fjölskyldan? Á hvað hæð ertu? Við erum hérna 2 fyrir ofan þig, ég er á 7. Í D-búð? Já. Ég er ekki tilbúin í það núna. En ef við komum bara með áfengið og það allt sjálf? Nei, við drekkum ekki hérna. Ekki við heldur, ég var bara svona að reyna að blenda inn. Við erum bara í Pepsi Maxinu og eitthvað. En við getum komið með eitthvað meðlæti og eitthvað svona. Ásdís mín gerur rosalegt valdórsalat. Nei, ég bara vil það ekki núna. Nei, ok, en hvernig er það því að eins og ég sagði þér áðan, við erum svolítið að reyna að dreifa þessu Guðlaug mín, hérna, en ef ég næja að gabba eitthvað annan að taka okkur í kappræðuna sem að Tengdó megi ekki missa, þau eru búin að bíða eftir þessu kvöldi bara síðan að þau vissi að væri forsetakosningar. Ef við tækjum það til dæmis hjá hérna, honum Gumma á hæðinni fyrir ofan, en myndum gista hjá þér, gengur það þegar gestir eru farnir? Gista? Já, ef við myndum taka kappræðuna sem setja á hæðinni fyrir ofan, þannig ætlum að reyna að dreifa svolítið álæginu, en myndum gista hjá ykkur? Nei, það er bara ekki hægt. Nú, er fólki sem er í mat að fara að gista þar? Það eru 2 drengir sem gista hjá mér. Já, mættu við erum með vindsang eitthvað, mættu við verið í stofunni? Nei. Helvítið ertu erfið? Ég segi helvítið ertu erfið? Já, ég er alltaf verið það. Já, þannig að við mögum ekki koma ára kappræðarnar og ekki gista? Nei. Mættu við koma í brönns? Nei. Nei, herðu, það er bara þannig, ég lagt til að segja Tengdó frá því. Hérna, þá bara góða skemmtun í matabóðinu. Já, þakka þér fyrir. En, já, mér er svo leiðilt að því að við næja að fara hérna upp á næstu hæði í kappræðarnar að það er ekki læti okkur þegar við gistum, sko. Nei, ég bara vil það ekki. Við myndum bara að labba niður á náttfötunum og þannig að við erum ekkert að koma í töskur eða neitt, þetta væri þá bara vindsengur og svefnbókar. Nei, það er bara ekki hægt. Það er ekki hægt, mein. Herðu, ok, þá heyrjumst við. Já. Ok, takk. Bæm. Herðu, sko, mér langaði ég hvernig ég datt aðeins en nei. Veistu það, hérna mér langaði þessu eitthvað svona aðeins að pyrra hana. En málið er það, ég held að það sé ekki hægt að fá gistingu. Nei, það væri rosalegt ef það væri hægt. En já, sko, þetta var kosningar vakan, eins og við köllum þetta. Ég held að eina leiðin væri að það er syngt og sagt, þú veist, kannski hérna ég er grindvíkingur og ég þarf að fá gistingu. Þá hefðu það dotti. Jæja, herðu, þetta, ég veit það ekki. Það finnst þetta sem búið bara Þetta er, sko maður er að ef einhver myndi ringja svona í þig og er að biðja að fá að koma með allt gengið yfir og horfa á kista Þú veist það, ég myndi aldrei taka til más. Við skiljum þetta. Já, þetta skiljum við vel. Vonandi er þið að fara að horfa á kappræða bara með ykkar besta fólki og já, enginn að fara hvað segir maður, hérna ókunnur að biðja að fá að gista. Ég hef samt lúmast gaman að þessum klefa. Já, ég líka. Þetta voru, já, eins og við sögum, kappræður hér í byrjun eða líka ef við erum bara hreinskilin, þá var þetta bara stigagangur. Vonandi höfðu ég gaman að þessu. Topp tónlistarstöðin FM 957. Alvöru lag í gangi hér, Empire State of Mind í FM 957 og drengir, það er reyndar, herru,
Ég þarf að fara að skipta yfir í svona ljúfari tóna. Ég ætla að setja hér á þetta hérna lag. Þið veitum nú alveg hvað það þýðir. Já. Ég er ekki með tón. Já, þetta er mig grunar að sé ykkur veistla komin á. Ef ástinni hrein, Jón Jónsson og GTRN. Takk. Og það þýðir að við erum að fara í hinn virta dagskrárlið þekki eða ekki. Og já, þetta er ekki flókið. Ég spyr drengina 4 spurningar og svo ég að tjekka hvað þeir vita. Já, svona giska hvað hinn svaraði. Hver hlaði unnið oftar? Ég held að segja til þú. Eftir að fórst að taka sér alvarlega. Ég er náttúrulega Hann byrjaði miklu betur. Já, miklu betur. En þetta getur verið svona mjög jafn. Við erum líklega annars that tight. Já, ég er ekki frá því. Nú spyr ég drengir, hver ætlar að hoppa prentaran undan? Ég hef nú yfirleitt farið út fyrst sko. Það er alltaf partí frammi líka. Það er 4 hæða mökk. Ég skal kíka. Ég byrja þetta bara. Herðu, þá byrjum við á... Fyndu champagne fyrir mig. Champagne? Það gleipur alltaf að fá sér champagne eða? Maður er ekki að fara að gera Össari og champagne, kostningar. Já, það er alltaf morgun. Það er alltaf Íslandi með champagne og nokkuð. Fólk er byrjað að hita upp. Já, reyndar, þetta er alvöru helgi. Herðu, nú ætla ég að vinna þetta. Já, vandaði þig. Ég ætla að vanda mig. Tilbúin. Yes. Fyrsta spurning. Hver af vinið þínum er mesti karlmaðurinn? Svona a man's man, a real man. Jesus Christ. That's a hell of a question, Blondale. Ná, hvað poppar í hugan? Flestir eru svolítið eins og ég og þú. Aumingjar. Já. Svona, sko þegar við erum að tala um svona eitthvað sem getur do shit heima. Já, eitthvað sem getur byggt hús. Já, bara svona, ég veit alveg hvað þú meina man's man. Það popp ekki margir upp hjá mér svo á mínum bestu félögum, sko. Nei. Sko, það sem poppur upp hjá mér er að ég á nágrana. Hjöppir, hann að man's man, nei, það. Hann er ennska boltan og fróa sér. Það er man's man. Já, það er eiginlega bara karlsmaður í hnótskur. Ég veit ekki að tala um eitthvað annað. Já, ég er að tala um alvöru. Já, sko, ok. Sko, ég á nágrana sem er náttúrulega the perfect man, sem er mínu verstu aðstæður eru oft þegar að ég seti í sófanum heima á bumbunni, þú var að svara e-mailum, eða smíða prógram, og ég hugsa oft bara, ekki labba fram hjá gluggan núna, með skóplu eða eitthvað drasl. Ég er oft bara heima, svar e-mailum og eitthvað. Nei, það líða svona 5 sekundur, þá heldur hann okkur hvítum pókar, þá setja áburð á grasið fyrir utan. Veistu það? Ég er að glíma við nákvæmlega sama. Sama vesen? Já, ég er með stjörnu sjúkraþjálfarann hérna sem er með landsliðin og Víking, Rúnar. Hann býr við hliðina á mér. Stundum er Rakel eitthvað upp í stofu, sér bara út gluggan, hún bara herri á auðvitað, varstu búin að sjá hvað Rúnar er að gera í garðinum? Heldur að sé að leika sér að þessu? Ég beði hann að hætti þessu. Við erum að díla við nákvæmlega sama. Róað það en síðan svolítið saman. Minn nákvæmlega heitir Toppi, sko. Þetta er allt svona, veist ég er að svara í hann er a man's man. Já, ég er að svara í e-mailum eða gera eitthvað sem bara svona, veist, vertu bara heima núna, vertu upp í sófa og gerðu ekkert. Nei, labb út í bíl, þá er hann ón á okkur hjólís að skrúbba það með tusku. Þá líður mér svo álur aumingi. Þannig að þetta er Þannig að það er Toppi eða? Ég myndi segja þetta var góðu félagið minn dag. Hann vil aldrei geta giska á Toppa. Nei, ég vil að gefa einhvern vin og það þekkir hann ekki. Af mínum vinum sem eru náttúrulega, ég eiginlega fullir að séu allir aumingjar. Eða þú veist, aumingjar, þá menn ég aumingjar sem, þú veist, ekki langt á að vera alveg kallmaður. Þá er það líklega man of many Kolbs. Kolbfaður. Út af því. Hann er þrifóður. Þegar farið dinnið til Kolbs og setur Hera, hún er bara með champagne, grænd og hlátri. Kolbarn er þrývand, allt ykkur öll glös upp, setur í vélina, grillar. Þetta er líka, veist að ég tek undir þetta. Því að maður er með Kolb eitthvað stæð, til þess bara þjóðutek og hann græjar allt einhvern veginn. Og mannstu þetta að tók ykkur ógeðslega íbúð og Vesturbána og breytti því ykkur luxury apartment, mannstu því? Það er fyndnasta einslag í sögu Íslands sjómar. Innleitt, útleitt. Ég gleyd mig ekki þegar ég ringdi hann og spurði bara hvað er kallin eitthvað lítið því sem það fór alltaf hliðin. Ég þarf bara að horfa á það aftur. Já, sko, þetta er á YouTube, þetta er besta. Þetta er líka að finna það einslag in the history of TV, sko. En maður veit hvað gerist eftir á líka. Þannig að hann fær punkt ef hann giskur annarkvort Stone Fucker og eftir. Sko, Unnur Elva, ég var að gefa henni rósa á Instagram. Hún sendi mér nokkra góðar, hún átti þessa líka. Ef þú mættir hafa hvaða útibú sem er við hliðin á heimiliðinu, hvaða útibú er þið fyrir valinu? Þá er á talum þetta með að vera hvaða búðir sem er, þetta má vera veitingastæðir, shoppa, bara hvað sem er. Bara hvað sem er, fyrir utan heima á mér. Já, það er bara við hliðinu þér, þannig að lappar yfir. Þetta er, hvað snillíkur kom með þessa spurningum. Unnur Elva. Sko, ég er fjölbýlisgómur. Já. Og sko
þetta var gaman einhvern tímann að vera house owner eins og þú og Stonefucker en þú veist málið að ég get ekki búið til gimm í bílskotnum. Ég var oft með clients komið til minn það eru eina hvar æfur og búið til prógram fyrir liði ég í bílskotnum heima, ég með þetta og telefónu hvað með heima, ég get þetta ekki því fjölbýliskomur bílskurum minn rusla geimsla já, ég þarf bara hendull ef ég væri man's man þá myndi ég búið til gimm þar þú getur farið líka á Facebook og vinna með litlu fyrirvögg það þarf að tæma hana bílskur og henda öllin á næstu 2 klukkutímum sem bara borgar í cash það myndi henda blöðurinn heldur vel sko já þannig vinn ég eða sko ég myndi segja að hafa sporthúsið í 15 sekundar fæla ég myndi ekki að vakna bara fara fram í sofa blandaði pre-workout og svo bara röllt yfir á æfingu þetta eiginlega bara svo þetta væri heimahör já, gott svar þannig að þú ert bara með gimmið við liðina já, bara öldin hér er góð spurning líka og hérna þú ert að svara þetta eru 2 valmöguleikar hver af FM 95 blöð genginu þá erum við að tala frá byrjað þegar þátturinn byrjaði fyrir 13 árum eða eitthvað þannig að við erum með Sveppa, Hjöppa og alla, Pétur og alla af öllu FM 95 blöð genginu hver er þið besti fórsetin og hver er þið sísti við byrjum á besta hver af þessum hóp við 3 og hinni drengirnir þannig við erum að tala með eins og sagði Pétur, Sveppi, Hjöppi, Björnvægi og hérna þetta er excellent goddamn question Dutch hver er fyrsti, hver er besti? Ég myndi segja sko við ætlum að hvað kostir fórsetin þarf að hafa og það getur tekið gaggrín á kassan þú getur ekki verið lítið í þér og verið fórseti þegar þú fær reglulega að heyra hana og þetta getur leyst vandamál duglegur, hlusta á aðra ég myndi segja sko og treysta öðru fólki þannig út á þessum kostum myndi ég segja steindi sig alveg átt já, í besti ég besti alltaf hafa hann síst já, við þurfum að já, því miður hann er sísti sko, því að ég veist, hann alltaf myndi aldrei treysta neinum og hann er samt, hann þyrfti ekki bara nójaður yfir að það er alltaf verið að passa upp á húsið nei. En svo hérna að besti sko flest allir fórsetar í rannsókn minni í dag og spurningakeppninni og ég er búin að koma að staði að allir heldu vel í sig og svona hann að Sveppi er náttúrulega vel inni þar sko Pétur Jóhann er ekki mikið að mæta viðburði þú veist hann beil og býður með ammál og mætir hann ekki og hann er átt þetta er Hjöppi, Sveppi eða Blö það er ekkert annað sko ég og Sveppi þetta er þú eða Hjöppi ég þarf svar já ég veit það ég held að Auðun Blöndal er frábær fórseti ég ætla bara að velja þig ekki samlega því og þá var það síðasta ég hef spurt ykkur upp í uppáhaldsstellingu sem var nú eitthvað hérna endur tekið grín í eitthvað 3 ár hver er leiðilegasta stellingin? það er eina svona rasaspurningin já, út í það að fari ég minna og spólar og hlustar á gamla þátt svona 5-6 tíma einu sem var og spara með rasaspurningar þá sko þú kemur ein sko sko ég veist leiðilegast í þessu lífi þegar ég gerir Steinþór reiðan út af því ég vil hafa hann meistara bara í gír en hann verður reiður núna því ég ætla að segja á hlið og ég veit núna verður minn maður geðveikur hann vil halda þetta að þú sett að gera gríma sér því miður það er ef það er bara hreinskilu svar hvað er leiðilega það? ok, hörru, poppaði það fram þá fáum við Steinda hennin hann er á spjallið, það er partí á hæðinni herru, kemur Juneboy Ískaldan Celsius Jöfull mikið partí fram í maður já, ég ætla alltaf að fara að leita sér að kampa þinn já, ég sé hann er strax perverborgun hamburgara já herru, ertu tilbúin? já ég gef hann það, hann var hreinskilin já, hann var ógeðslega lengi maður já, við vorum aðeins að spjalla Jöfull voruð lengi manni finnst það bara alltaf þegar maður er frammi þetta var ekki eins og það langt sko ég fór að pissa og tók símtal það er ekkert annað herru, ertu tilbúin? já hver af vinnu þínum er mesti karlmaðurinn svona man's man sko, hvað felst í því að vera karlmaður? Hvað er að geta, þú veist, bara þú kaupir lóð og hendur upp húsi gerir upp heim já, bara, þú veist bara gamli skólin já gamli skólin já sko Svanþór Einarsson fasteignasali kemur sterkur að þinn er það? Er það ekki? Já, það haldið er náttúrulega maður sem getur ekki farið að tvekja þetta að jamma og svo að drekka bjór með röri, það er alveg karlmaður Þú segir það svona
Já, ég sé hann ekki byggja neitt, sko. Nei, þá það ekki hann. Nei. Sko, flest svona... Hver, ef þú fyrir matabóð eitthvað, hver bara með svönduna, að grilla, með allt bara upp á 10? Já, þú mennar, sko, flest allir mínir þetta ekki menn sem geta farið út í sveit og smiða bústað, sko. Nei, draumingjar. Nei, segi það ekki. Já, það kemur að þessu. Þegar kemur að þessu, já. En þeir geta alveg gert eitthvað annað. Já. Góður í tölulegjum og... Já, frábært. Fylgur kallmaður. Getur klára Super Mario Bros. Er þetta kösa? Kösir endar, hann örugglega skástur í mínum vinahóp. Það var hreinskilinn. Ég ætla að segja að þetta sé formaður afturöldingar Ásgeir Jónsson. Geiri Slæ. Þá verð ég samt að segja sama við þig. Þú er nú hitt Slæ hann. Ég veit það, ég þekki hann. En Egill þekkir hann ekki. Þannig að þú verður líka að segja eitthvað sem hann veit hver og þetta gerist líka hjá Agli. Sko, hérna ég veistu hvað, já, náttúrulega, þú veist, svo er náttúrulega eitt félagi sem er smiður, minnst það svolítið ósengjant að henda honum, hann getur bara smíða hús. Já, en núna er ég að byrja svona pínu þekktar. Já, veistu hvað ég ætla að segja? Ég ætla að segja að þetta sé Dóri Dína. Dóri Dína? Af því að Dóri Dína hann er aðbrakskokkur. Já. Og hann kann að smíða, hann skítmiksa sig. Já. Og hann er bara flottur, sko. Þetta er gott svar. Ég held að hann færi þetta. Já, þá er það næsta. Ef þú mættir að hafa útibú af hverju sem er við hliðinu og heimiliðinu, hvað er þetta fyrir valinu? Það er KFC. Já, alveg. Hæ? Það er bara... Já. Ok. Hvað mennur þau? Hvað ætti ég frekar að hafa? Apotek? Nei, ég veit það ekki. Það er KFC, það er ok. Ég meina þú sagðir útibú? Já, bara af hverju sem er. Já. Mættir vera með bíó við hliðinu eða eitthvað? Það reynda væri Ég ætla ekki að fara að breyta svarinu. Það reynda mjög, þú veist að það væri bíó, það væri top 3. Já. En ég meina Já, mitt eftir ekkert annað í hug. Nei, líka þú svaraði þessu bara hálfur reyður. Já, þú veist þetta er það, ég geti farið bara að hoppa yfir og ná mér í. Já. Læsilegt, herru, þá er það næsta. Hér er þetta að fá 2 stig. Hver af F95 blöggenginu, þá erum við að tala um frá byrjun. Þannig að BB, King og Sveppi og Pétur og Hjöppi eru allir með í þessu. Já. Hver af F95 blöggenginu er þið besti fórsetinn og hver er þið sísti? Við byrjum á besta. Ertu að tala um lúklega eða er þið bara... Nei, bara, veist, það er verið að fara að kjósa fórseta á morgun. Ef einhver af okkur er þið kosin, hver heldur að myndi standa sér best og hver myndi vera svo sísti? Ég hugsa Pétur Jón er þið bestur. Gott svar. Hann er svolítið fórsetalegur. Já, líka bara likeable og... Já, Pétur væri góður. Hann er bara stemningsmaður. Hann er svo Jóhann eins og Jóngnar væri góður. Já, og hann er bara stemningsmaður. Og sko byttu nú við. En hver er sísti? Sísti? Já. Sísti? Væri það ekki Egill? Sko, máli er að ég ætla að rauksta þetta. Já. Hann er svo feiminn. Já, reyndar. Þú veist, hvernig væri Egill að hitta aðra leiðtoga og þú veist, hann myndi ekkit náðum í bjór og nei, hann myndi ekkit... Hann verður alltaf betur eftir tókalda, sko. Hann var ekki mættur heimtegar að hlusta á okkur á plötur. Nei, ég held að Fossetti sé ekkit í því samt, sko. Nei, þú veist, Fossetti er samt, þú ert alltaf með boð. Já. Þú veist, þú ert alltaf, sko, það reyndar, þú ert þarna þegar þú ert alltaf með matabóð, sko. Fossetti, hann heldur matabóð 5 sinnum í viku, sko. Já. Hann er alltaf með matabóð. Þú ert náttúrulega konung og matabóðna. Herðu, Pétur Jóma besti og Egill sísti. Já, sko, máli er að því að allir hinnir í hópnum, nei, reyndar ekkert allir, sko. Já, ég ætla... Ég til þessu, svar. Já, sko, máli, ef þú ert Fossetti, þú þarft að vera allir til í að vera að hitta lið og djóka eins og vera með liðinu. Auðvitað. Og ég held að hann enni ekki, hann er bara að vinna í tölvun og senda ykkur mail og eitthvað svona, sko. Já, þá er það síðasta. Og eina sem er svona, veist, þetta eru búin góða spurningar. Já. Þú mátt ekki vera reyður við síðustu. Nei, þetta er ekki bara fínt. Ég hef spurt ykkur út í uppáhaldsstellingu. Hver er leiðilegasta stellingin í betanum? Jesus maður. Er eitthvað svona stelling ég vissi að kem eitthvað poppar upp í huga? Ég sagði að vera ein svona. Nú að gefa aglita maður. Nei, ekki drýmið hvernig hann lætur eftir. Þú ert með útibúspurningu, þú ert með kynlís stellingu. Ef útibúð var ég ekki að hugsa neitt. Það búið að setja tíkall í trúði núna maður. Nei, það var Unnur sem sendi þessu spurningu. Mér finnst það ekki. Hvað finnst þér þetta eitthvað byssufóður og Egil með stellingun? Já, það er svolítið sko. Ég geti sagt allt sem hann mun segja eftir. Ég bara nenni ekki núna. Okay. En ég geti það. Ég ætla að segja þessi standandi 69. Það sé leiðilegasta. Ég get ímynda með það. Já, þannig að þú er ekki prófa? Nei. Standandi 69. Myndið þú nenn að fara í hana?
Nei, ég held að það sé bara svona til að geta sagt frá þig sko. Já, ég myndi alltaf það Standandi 69, leiðilegsta stellingin Stjón Fáið Egil hingað inn og hann var að klára hambúrgar þarna frammi. Herðu, þetta getur orðið spennandi keppni, drengir. Það ekki? Jó, eru þið ready? Já, hann blöðu metur þetta sem verið tæft. Nei, ég fíla þessar spurningar. Það er rosalega. Það fekk ég að senda á Insta. Voru eiginlega þína bestu. Já, þakka fyrir það. Herðu, ég byrja á þér Egil. Okay. Ég spurði Steinda hver mesti karlmaðurinn af vinum hans, the man's man, hvað sagði hann? Já, sko, nú, ég ætla að vinna þetta í dag. Já. Þannig að nú er ég að hugsa sko, ég þekki alltaf nokkra félögum Stóni og ég veit alveg lúga því að ég og þú erum ekki að inn í hjónum hana. Nei, það bara strax. Já, það var í skrítið. Ég elska okkur tót í lífun en elskar okkur tót en svarið er ekki blöð eða við erum smá svona sýnisóta af kallmennum sko, þessi komandi greina hana það er Egil í Ölgerinni Svanþór Einar Fasteignasali Slæ og Óli T. Þetta eru gæðinni sem einu sem mögulega að vera á blaðið hana. Og ok, við erum átt Dóri DNA, eins og hann gerir að reka við hann er vantarlega ekki þarna gerir ekki ráð fyrir því að hann hafði make the cut í top 5 hana hjá Stóni sko, Egil í Ölger kom í mæleikutíma daginn við varum að tala þess við hann bara vinnur 18 tíma á dag og vænar og dænar ykkur liði non-stop álfuru vinnu alki og svo þetta með Svanþór Einar Fasteignasala sem er já, næst besti fasteignasala landsins og þetta smára stöldu sinni á Valöll þannig að ég hugsa bara nú er ég að hugsa sko Óli T er svona hann er fyndinn en hann er ekkert ég sé hann ekki fyrir með mók okkur og skurði Hörru, ég það svar Svanþór Einar Fasteignasali Nei, þú varst með Slæ sem að var og Dóri DNA Slæjarinn hana og Dóri Já, sko, já, og blöð vildi Sko, Slæjarinn var gott sjátt ég gerði hálft stig Ég veist að Slæjarinn alltaf er topp 4 en Já, ég meina, en hérna Svanþór, sko, ég reyndi að pizza honum En harðduglegur Fasteignasali Ég fekk bara nei, ég mátti það Ég sagði ekki nei, já, ok, það væri bara stig Það er komið punkt Nei Blöðvar hættir ekki með hálfan fyrir að nefna Slæ Ég sagði þér ekki að kalla hana men's man og drekka bjóð með röri Þannig að ef maður rennir á eitthvað þannig að maður getur fengið hálfan í þessu Nei, ok, hann fekk bara ekki stig Drekkur Svanþór bjóð með röri Ef það er búið að vera Þetta gafst hann stig? Nei, hann fekk ekki stig Steindi, hver er hálft? Ég er til í hálft ef það er hægt að hálft Tókstu að mér hálfa stig? Nei, ef ég á líka sens á að geta fengið hálft Það fara hálft Þannig ef enginn fær stig þá vinnur á hálfu Þannig að núna get ég nefnt einhvern sem hann hefur nefnt áðan til að fá hálft Nei, já, sem að hann svona, jú Já, þá myndi ég náttúrulega sko, þá fer ég náttúrulega strax bara í fjallið og Magabess og hérna Ívar Guðmunds Ég sagði rétt að þú ert ekki að fá einan hálfan punkt en ég þarf svar frá þér Er ég ekki að fá hálfan punkt? Nei, reyndar er Maggi Best náttúrulega bara mest í kallmaður Íslands það vittist ekki hann Ertu ekki með heiðilegsverð? Við ræðum þetta eftir að svara Já, ég meina þú veist hann gæti að slæta aðeins fram hjá Mike eða Hjöppa og einhverjum sko Ég þarf bara að svara, hætti að hugsa hálfstig Hann er að veiða Hann er að segja ykkur nöfn og svo hann að stara á mig til að reyna að fá hálft Hann er svo pókerspili Hérna, sko ég ætlaði að segja Maggi Best sko en ég bara sjá núna á ykkur Nei, ég sagði þér að hann var ekki Nei, ég veit Þannig ég er að gefa það Þannig að þú gast með það sko Þannig að ég ætla að segja að þetta sé Rúrik Gíslason Ásgeir Kolbens En sko, nú þegar hrósaði Stóni Bessarinn poppaði Því að Rúrik getur ekki byggt sumabústað En ég held ekki að hann myndi segja það Hann poppaði ekki upp að maður áðan Sko, eðlilega átti hann heima þarna Byggði sumabústað og aðleit vinnur í Hver? Maggi Best Já, ég var að spá Kolbens getur ekki byggt bústað Nei, en svona af hverju er valdur hann? Ég var að hugsa bara svona Þetta nánasta krú sko Já, þetta er svona besti meiri félagi Hanna hérna, þú veist Ég skil það Ég skeit það Herru, ég vil að halda áfram Egil Ég spurði Þetta var löng einkoma Já, ég spurði Steinda Ef hann mætti hafa hvaða útibú sem er við hliðin á heimili sínu Hvað myndi hann velja? Shit Sko Hérna má bara svara einu sinni Já
Já, ég Það má bara koma eitt svar. Nei, það er ekki upptalning. Ég er bara hugsað upp átt. En ég svar ekki fyrir að segja loka svar. Bara eitt svar. Já, en nei, þá svarar þú fyrst. Nei, það er ekki þannig. Hvernig það verið Steindór að ég segja eitthvað að það sé loka svar? En af hverju þarf þetta að hugsa upp átt? Ég er að segja sem ég held að það myndi vilja. Já, þar kemur þetta. Fyrst ég hugsaði bara parhús með KFC. Þetta er bara parhús. Þetta er ekki eitthvað almennu borgur. Þetta er bara KFC yfir þér. Það var sem fyrst ég hugsaði. Bara lappar 2 sekundur yfir. Þannig að það er það fyrsta sem þetta aftur. Þetta er það frábær hugmynd, sko, business hugmynd. Það er að selja tvíbili bara með Ég okkar manni Jöfnir er það fyrir Parhús maður Já, bara, en sko Svo kemur allt hitt. Já, nei, síðan bara ég hugsa þú elskar pullur, það er 30 sko réttur og high-end dress sem þú meinaði allt var eðlilegt. En sko, svo var ég hugsa þú veist, varu til í Hvað með? Nei, ég veit, varu til í rassabúðulegna þannig að þú palli ekki það lappa bara yfir Listin er ótakandi. Í gýr í pottunum best að fara í sloppin og rölt yfir 10-12 skrif og koma eitthvað rassandóð. Ok, ég segi KFC er ég Hörðvöldin maður. Innan líf Helvítis. Er ekki 1-0? Með 1,5 Þú ert í alveg við Já, ég er það. Það er eftir ekki. Ég spurði Egil sömu spurningu Það eru 2 eftir. Já, þú átt 3 Já, 3 eftir. Þá ætla ég að segja hérna ég held að rétta svari hljóta að vera bara útibúi á Gimmi. Ég held að það sé rétta svarið en ég held að hann hafi Það er rétt, já, hann sagði sporthúsið. Ég ætla ekki að fara Motherfucker, hvernig lastu þetta? Hvernig las ég þetta? Nei, ég held að það er ekki breykið þessu. Ég meina það þyrftir ekki að keyra hann þetta mótana. Steindi, það er náttúrulega sem ég sagði það. Það er 1,5 Nú spyr ég þið Steindi fyrst. Ég spurði Egil, hver var í besti fórsetin og hver var í sísti fórsetin eftir 9 blöð genginu og hverju svaraði? Einmitt. Þetta er vesen maður. Ok, maður getur ekki tösti í það. Já, byrjaði á besta. Byrjaði á besta. Besti fórsetin Ég ætla að segja hann hafi sagt Mushroom. Nei, hann sagði blöð. Goddammit maður. Hver er sísti? Já, ég hef ekki mátt segja það. Það er alltaf vist. Jú, ég er yfir, ég er ekki ír. Þetta tengið að ég var undir og var í brjála. Þetta tengið að vel mataböðin. Ég ætla bara að segja ekki neitt. Og ég ætla bara að þegja að þú klárar. Ég ætla að segja að hann hafi sagt að ég væri vesti. Það er rétt hér. Yes! Hvað er það? Það er 2. Er 1,5? Nei, það er 2 stig fyrir Steinda, 1,5 fyrir þeim. Þú getur fengist 2 stig hér, Egil. Ég byrjaði að spyrja hver sagði Steindi væri besti fórsetin og svo segir sísta. Sko Nei, language. Ein spurning, mátti ég velja sjálf með hann? Já, ok. Sko, Stóni veit alveg, hann veit alveg hvað hann er. Hann veit alveg að myndum að seint og alla fundi. Ísland myndum að ridiculed út allar heim. Stóni myndum að alltaf á seint og svo líka og svo það kæmi eitthvað upp á Íslandi þá myndum að móðusugur og CNN eða BBC sem myndi enda með því að Ísland myndur bara stimpla sig út úr allir umræði og svona 2-3 mánuðum. Hann er aldrei beðinn að koma í viðtal aftur. Þannig að allt er eðlilegt og hann að valda sísta og svo er ég veltið með besta sko, En þú ætlar að segja hann að valir í sjálf Nei, ég eftir að segja lokasvar og svo líka bara eins og hann þekki þig mjög vel þú ert wine og dine kongur og hvað snýstum við að vera fórsetið þetta? Það hitta fólki dinner, 300 daga á ári Ég þarf bara að svara Pétur Jóhann dodger öll matabóð hann har ekki séns í þetta Þetta er bara, hann valdi þig sem best og sjálf sem sísta Nei, hann valdi Pétur Jóhann sem bestan og þig sem sístan Og er með the lead Yes! Pétur Jóhann hatar að hitta fólk Nei, sko hann er mættur Þegar hann er komin í glas sko, Já, hvað hann var að fulla alltaf árið í Hann þarf ekkert verið í glas, hann er alltaf hress Ég er að segja hann er hress þegar hann mætir Gaurin vann sem bara, hvað heitir þetta hérna, móralski og bara var að fara í fyrirtæki og hitta fólk Ég veit Hann er góður fórseti, ég samla Já, hann er líka svo hann er fórsetalegur Ástæðan fyrir ég er aldrei ekki þig því að þú myndir aldrei, þú ert alltaf sopnaði snemma þú ert alltaf í tölvunni að senda ykkur með þú myndir ekki rati 1 mat En er eitthvað mikið að gera á bestastöðum eftir klukkan 10 kvöldina? Ég veit það ekki Jú, það er eftir þá ertu komin í glas sko. Síðasta spurning hér, 2-1,5 Nei Fyrir Steinda Stóni Ég held ég væri búin að vinna maður Nei, það er ekki búið Ég byrja á þér Egil Ok Ég spurði Nú ætla ekki að grínast neitt og það vinna þetta Ég spurði Steinda, hver er leiðilegasta stellingin? Ok Hvað sagði hann?
Sko nú þarf hans að velta stein. Nei, við þurfum svar. Við skulum það auglýsingar Nei, ég bara veit málið. Jú, það er pakki að bíða sem er bara að þarf að fara í loftið. Ég veit það, það er pakki að bíða. Eitt besta auglýsingapakkin bara. Já, hann er rosalega þessi pakki. Ok, nú þarf ég til að hugsa upp á þetta. Af hverju upp á stellingin að stóni hlið? Vertu á klukkunum. Nei, veistu af hverju það er? Það brennir sem fæstum kalóri. Þannig nú ég að hugsa, þannig stellingi sem mann mættilega hatar mest, það sem brennir mestum kalóri. Og þá ég að hugsa, hvað er erfiðasta stelling? Ok, þannig að standardi 69 er líklega ofalega hjá honum. Þú Steindi líka hefur ekki hryggstyrkin í þá stelling. Þú líka bara brotna saman, tvett. Og svo líka hefur ekki upper body strength í stellinguna þú með damanur upp vegg. Já, kontus bara með svar. Já, kontus bara með svar. Hanskotan að þetta. Upp í vegg, sérst hann er standandi og... Nei, hvað það fyrst? Standandi Gleymdu þessu. Þú bara að gefa hann. Nei, þú varst búin að svara hennu. Ok, blöð. Ég las þetta hárið. Nú þurfum við að viðurkenna þetta var ekki... Hann var hálft. Nei, hvernig þá? Ok. Þetta skrítið væli. Steindi, ég spurði Egil hver er... Það grenja ný Lóa Bergmann. Það er bara að stjóta þessari keppni hérna. Hversu heiðalögu var hann? Hann var heiðalur. Var hann bara alveg heiðalögu? Já. Alveg heiðalögu? Hættar hann að veiða upp úr... Nei, ég bara spurði Þið voru báðir heiðalegir. Ég bara spurði hvort það hefði verið grínsvar eða heiðalögu. Ég meina, þú veist allar að veiða svona pókerspil, alltaf veiðu upp úr öllum eitthvað. Trúbúðin. Nei, sá hlið. Uppástillingin. Ég verði að gefa Steindi að hann mann þetta ferinn sko. Já, 2-2. Akkur helstur ekki við 69 standardi? Ég var bara að hugsa hvað er við þar. Þú vistir ekki eins og eitthvað hinstellingin heitir. Þetta tengist ekkert bakinu. Þetta tengist bara til hundleiðilegt öruglega. Já, þetta er svolítið síndamennska. Ég misti þetta var hálfan fyrir allan að vera síka með þetta. Steindi verði þá samt ekki en ég segi Steindi, nei, það fá ekki allir metalíu í sér. Ekki settu við jafntöfli. Nei, þetta er bara metalíu í 2-2. Steindi er til aðmyggi vonst í dag. FM 957 Topp tónlistarstöðin. Þetta er þeirra að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þetta er stærsta popstjarna heims í dag. Taylor Swift með lagið Anti-Hero. Valdamesta mannski heimi. Já, hún var að velja hana það. En það er hins vegar drengir komið tími á dagskáli. Herru, ein svona... Nei, ég nefn ekki, var ekki Siggi Stormur okkar besti maður að segja þetta er geggja suma? Jó, ég heldur að það var að tala um júni, júli. Nei, það er búið að tala... Júni, júli, ágúst. Nei, það er búið að spá júni, júli sem viðbjóð. Það? Já. Ég sagði að júni, júli er viðbjóð. Það kom ykkur annað við. Reyndar var sko síðasta sumar, það byrjaði svona, svo var júli og ágúst geggja þær. Já, minna þú strákar. Ég vil bara segja ykkur eitt. Það er ekkit sumar að vera með 8-9 gráður sko. Nei. Þú veist, það er ástæða fyrir því að Íslendingar eru ferða óðir. Já, svo fyrir utan það. Þú verður bara að komast. Nei, ég veit það, en bara 13 gráður og logn sleppur. En veist hvað fólk á að gera? Send okkur félagana út. Þá færði álur bongo. Já, það gerði síðast. Já, bara sendi. Við fórum í 3 vikur, það var bara besta veður sem hefur í Íslandi. Já, og svöfum sekundu og fórum við vel. Já, það er hversu tíkist þetta. Þannig að basically bara borgið fyrir okkur út og þetta er klárt. Herðu, það er hins vegar komið að þau, já, ég þarf að slökka á þessu. Já, þið ættu nú að kannast við þetta hérna lag. Hanna, það er komið að How do you do fellow kids? Það er bara þannig. Í FNÍ blöð og drengir, ég fór á Instagramið og þetta eru frasar sem eru það feskir að margir þeirra eru glænýr. Já, þetta þarf alltaf að vera frasa sem er verið að nota, höfum þá reynu. Ég tek aldrei frasa hérna inn, ekki svo ég man allavega, nema að það séu nokkru sem sendir mér það. Þannig að þá veit ég að þetta er alveg frasi. Og það dældust inn frasar. Þannig að ég er búin að fara, ég er örugglega með alveg fyrir 2-3 liði sko. Þannig að bara ef þú farið sama frasa svona kannski 12 til 15 sunnum þá is gonna make the cut. Já, ég hef tvisvar, allavega 3-4. Herðu, og ég segi bara, drengir, eru þið klárir? Já, klárir. Ok, þetta er How do you do fellow kids 31. maí. Það er bara rétt um hönd. Klukkan er 5:30 og það er 2024. Þetta er líka gott fyrir hlustendur að svona læra nýja feska frasa. Já, sjálfsögðu, sérstaklega þú ert að hanga með ungdóminum. Já, nennir ekki að vera follower, þú vilt ekki vera risaðala. Þú vilt vita hvað er að gerast í frösunum og vilt geta tala við unga fólkið. Nennir ekki að vera ópós. Ég meina, við sengu ópós var hann við byrjum að velta steinum með það sko. Nei, og svo líka hérna ópós. Old piece of shit. Já, ópós líka. Já, veitu, old piece of shit. Það tala um það. Ópós. En ég ætla að byrja þetta
fyrsti frasinn, drengir, í How do you do fellow kids í dag hljóma svona: hvað þýðir frasinn að vera komið með haust í hárið? Koma með haust í hárið. Það er Auðun Blöndal. Ég myndi halda að það veri farið svona aðeins að ryðga. Komið grá hár. Að fara að ryðga. Það er bara grá hár. Það er grá hár. Það er ekki rétt, en djöfullast nálægt í maður. Það hætti að gefa klú. Nei, menn hann var búin að gefa mér. Þannig að þetta er að við erum komið með haust. Ok, haust í hárið. Hætti bara núna. Já, ég ætla ekki að segja mér að það er hvað þýðir þessi frasi. Ég var að gefa ykkur að sensa. Þú hefur verið frasakongur hingað til, væri vond að missa titilinn. Já, það er keppniskap. Já. Er það farið að þiðna þessi það? Það er farið að þinnast. Það er aðeins farið að þinnast. Og það var bara komið haust. Já, bara aðeins að þinnast. Það er hann Arnór Máni sem sendi þessa. Þetta er enda gott að því að þetta er eins og með laufin. Já. Það er að fara að hausta. Já, það er bara þannig. Þetta er gott. Það er bara þannig. Nú ætla ég að gefa ykkur smá vísbendingu, drengir. Örstutta, en það er sem sagt þetta tengist bjór, þessi frasi. Hann tengist bjór. Við erum expert í því. Já, þið ættu að vera það. Og það er algjör tímaeðsla, stendur hérna að fara að segja nafni á þessu bjór. En hvað þýðir að fá sér einn TC? Tuborg Classic. Það er hárrétt. Tuborg Classic. Að fá sér einn TC. Ég getur líka sagt þér það að komið 0% Tuborg Classic og það er vist að breyta leiknum. Aha. Ekki 2,25. Nei, bara 0,0% og hann er bara eins og Classic. Það er rosa. Það var hvað er GS sem sendi þessa? Er hann búin að hit the streets? Já, hann er búin að hit the streets og er að gera allt vittlust. Hann gerði mig greiða, þú ætlar ekkert að fá þér henni. Ekki segja, segðu þið ætla að fá í TC. Það veit þetta. Já, ef að King Rob er að hlusta, kottu með 0,0% að bara höfum að testum hann hérna. Já. Og hvað, af hverju þá? Að TC. Já, rétt. Að TC, ásæðið. Það er 1-1. Þá er það næsta, númer 3, frasi númer 3. Hvað þýðir frasin? Og ég ætla nú að gefa örlitla vísbendingu. Þetta getur verið ósakjanda því að þetta er að ganga út allan Kópavog. Þá er ég favorite. Já, þú ert favorite. En Blöð er samt, hann er séni í Kópavoginum, hann er Fossvoginum, hann er bara 10 skref í Kópavoginum. Þennan fekk ég oftast í dag. Lang oftast, yfirburða. Hvað þýðir frasin THEBS eða THEBS? THEBS. Hvernig segir þetta? Þú segir eitthvað með THEBS. Ef ég á sett í setningu, þá myndi ég basically segja bara Blöð, myndin í kvöld, hún byrja klán 9 í Luxus. Aha. Og Blöð segir helvítið það seint. THEBS. Já, ég er með random gisk. Það var kannski ekki alveg besti dag. Já, þetta var vel gert það. Það er bara staðan. Nei, það er ekki rétt hjá hann. Það er bara staðan. Já, það er ekki rétt. Ég er með þetta. Það er hárið. Nei, það er bara svoleiðis við ekki. Það er bara staðan. Það er bara staðan. Býttu, ég ætla samt að doppeltjekka. Nei, ég hætti að segja að það er bara svoleiðis. Doppeltjekka, ég er búin að heyra þetta. Jón Björn Orri. Hvað segir kongurinn? Það er bara staðan. Það er bara staðan. Þetta var, en hefði ég ekki fengið rétt fyrir það, veist, það er bara staðan, það er bara svoleiðis, same shit. Heitir það er eiginlega sama, býttu, það er 2-1. Já, þetta er ekki gott. Þetta hefur aldrei gerst áður. Það er fjórði. Blöð með mig út af helvitist Tuborg Classic. Já, það er fjórða spurning, fjórði frasi og hann hljóma svona, hvað þýðir frasin að vera dekkjaður? Að vera dekkjaður. Auðun Blöndal. Ég ætla að segja að þú sétt bara hringlótur. Það er með svolítið utan að þér. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt að vera vera dekkjaður. Að vera dekkjaður, á ég að gefa. Nei. Ok, en þú fara aftur svarmöðuleika. Nei, ég held að bli vitið þetta núna. En ef þú fara annars svarmöðuleika, á ég þá að gefa vísbendingu. Nei. Þú fara aftur og svara. Nei, ég verð ekki að jafna það eftir. Má Blöð svara aftur? Ef ég fengi að gefa vísbendingu, þá resetta ég þetta. Ok. Sko bekkjaður. Nei, maður ofti maður bekkjaður. Já. Segir bara ég er fótboltaleiki, ég er bekkjaður. Já. En þegar þú ert dekkjaður, það er þú sjómaður og þú sendur út í skambokk samt að haga þér og haga þessu fullur maður. Það er svona gott gisk maður og það er líklega snýr frasi Ég myndi halda að þetta væri að þú ert á keistlu sem þú ert að fá þér stera. Ekki heldur rétt, þetta er að vera þreyttur, að vera tired. Þetta er ekki. Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu að þetta er komið enn skori. Ég er bara jafnað. Komið enn skori, já. Dekkjaður er rosalega. Sko, ef þú jafnar þá kemur einu auka. Ok.
Ertu með þetta bara á lagar? Já, ég með hellingir Ok. Herru, sko Ok, Hvað er með hana? hvað þýðir frasinn? Slúkar Þetta slúkar Egill, þú veist Þetta ég sagði það Þetta skýtlúkar Það er hárið, þetta skýtlúkar Hann er extremely fast. Það er 2-2, tjöfullastu snöggur maður Það er vesinn í mitt í þessu lið. Sko, blöð, ég ætla að gefa það Þú gæti verið eitt besti keppandinn í Já, ég Hann veit er það það. eru bara tveir hérna Hann er aldrei tapað. Þetta er rosalegt Jú, ég hef tapað fyrir þér Herru, þá er það síðasti frasinn Úrslita Já. Hvað þýðir frasinn Og hann er mikið notaður í Hafnarfirði Ég fekk það Hvað þýðir frasinn Að gilsa yfir sig Hæ? Að gilsa yfir sig Þetta getur verið sko. Og Þetta getur verið á ég að gefa vísbendingu Já Akkur þetta gefur upp. Má ég allir vísbendingur um að ég? Þetta Það er tengist konur okkar búin að svara Ok Við sitjum erlendis og við erum á torgi Það er kirkja Og það er stemning, það er bjór Og það er einhver að gilsa yfir sig Ég ætla að segja þessi bara að drekka of mikið Það er ekki rétt Og þú ert með Þetta betur að þú bara að læna þessu upp. Ég er á torgi. Já Það er kirkja. Já. Ég er með að goddamn beer. Hópur af góðu fólki Og það er ekki að drakka of mikið af beer. Nei. Hvernig getur gilsað yfir með það? Þú ert bara Það er svar Þú ert bara hérna Hey. Ég sagði allt sem ég sagði á hann. Þetta er bara að vera að röfla Og það er kirkjan aukaðri sko. Þetta er bara hérna torgið og sem er heldur líka aukaðri. Þetta er bara hópur, það er röfl Og það er einhver að gilsa yfir sig Þetta er drullu erfitt shit sko. Hvað ætlar að segja? Það er ekkert annað eftir en bara hella mikið í sig. Ég þarf bara ekki, það var rand og í sig. Ég er bara ofpeppast. Það er ekki rétt Það var þetta stórumestar í jættili, hvað er þetta? Þetta þýðir að íkja sögur svakalega Ég vissi ekki að gilsan að vera því Þetta er nýtt fyrir mér. Kannski því ég er á ég vil þetta torgi. samt. Mögulega því ég er á torgi. Þú veist. Þú reyndar ég geði það Þú íkir nú ekki það mikið Nei, ég vil segja sögurnar bara En svo af eru. hverju, sko, Viktor Freyr Það er hann að Það hljóma bara svo kongur. Sagði ég elskan. Já, Herru, þú vildir óskalaga Egill Hvaða lag vildir Ég er þú fá? málega, alltaf þetta heit sem að J-Lo er að fá. Það nú er eitthvað kúla Hún er ekki að fá frá okkur. Nei, ég er ekki frá okkur, ég er bara út allar það er heim. ekki cool að drulli fyrir Ég er ekki að saman frá okkur, hérna, S-Wipe. Út allar heim. Já. Þannig ég verður til að fá on the floor. Já, ég er mig grunað Ég er með þetta tilbúið Ég veit ekki svo að segja það. Er þetta King Pitbull með? Þetta er Pitbull og J-Lo. Þetta lag er með 2,3 B views á YouTube. 2,3 B Já. Það er Og seti það er pípun eitthvað reykja The haters sem eru að hlusta. Það er að plasta á sig. Þetta er FM Harveit, það eru Dynout og Bodyfuel sem að færa ykkur hér FM 95 Blö á FM 957 Hér á FM. Hér á FM Hér á FM Já, og já, talandi um Dynout að þá er salalega Dynout mætt. Þið farið inn á dynout.is bandstrik venues og þar getið þið skoðað fjöldan allan af sölum og flottum rýmum til að leigja fyrir partíin. Það er rosa. Það vantar oft, já. Dynout er komið í allan sko, Dynout er the shit. Það voru að brata bara útskriptið ammalið eitthvað að fara á dynout.is bandstrik venues. Og ég líka hata að ringja sér, ekki meina eins og Stendur veit og hann leikur svo að ringi í mig. Þú ert að leita sal fyrir fertugsammalið þitt. Já. Þannig að þú þarft ekki lengur að ringi ykkur að segja það er einu henni meinti börð. Það sýttir bara að það búið að leysa öll vandamálið þinn líf. Það er aldrei að, ég held að svona 5 ár verið símtöl dauð. Já, fer bara inn á Dynout. Mér finnst það endar ekki gott sko. Nei, þú elskar að ringi fólk. Ég dyrkar hringi fólk. Já, mér finnst það aðalega ef ég er ykkur vesin að geta hringt og sagt bara, herri, ég glimti þessu, ekki að þurfa að fara á ykkur heimasíðu og senda það. Mér finnst bara svo leiðilegt að skrifa eitthvað í síman. Já, Sko, það finnst mér leiðilegt maður. Og líka bara málið er að ég skrifa alltaf satt. Svo fullt að rekst í alla takkana. Ég nenni ekki svo laga En voice message verða stærri en símtölinn degið. Þú sendir ykkur voice message og hann svarar in his own time en símtölinn sjálf degja. En þið hlustið aldrei á voice-i mín? Nei, ég er aðeins búin að breyta skoðum minn á voice. Ég teku, þú sendir mig voice við fæðum ekki að segja Síkó og 300 mg á koffinu svo tek ég voice. En skiljið ykkur tíma textan sem ég sendi það því að ég skrifa svo ég nenni aldrei að leiða þetta vill. Það er svolítið þú og Telma mákona mín bara eitthvað rambling. Svo ég málega með King of Being a President ég tók við hreinskilin svo 10-11 klukkutíma undirbúið að kynna með Fosseta og Fosseta og þjóðhöfðingi og konga át af allan heim. Ég hugsa hvað eiga þessi hópur sameiginlegt og hvernig komst það? Það er þessi ég komst að ég bjóti 25 spurningar, köttaðan í 8 og það sem vinnur þetta er með what it takes
To be a goddamn president Skilur hvað við? Já, þetta er titill sem maður vill vinna Já, þetta er betur en að vera king of vókið Já, þú var reynda vel gett við þetta að klára það Takk Og það er seasonal keppni, hún er aftur næsta Já, ég get þurft að vera Þú titill var Þannig að verður ánægð með það Sko, varstu já-maður eða nei-maður í iSafe? Ég var nei-maður Pótur og blöð Býtu, hvern var Hvað var maður bara gaman Allar að taka bíó og þykist ekki mun okkur Nei, ég er ekkert að taka bíó Ég kausi eitthvað, fekk ég að kjósa það 25 Þú varst alltaf bara Fekk ég að kjósa Þú varst fullur þarna En bara þú mann sirka hvað þið langaði Mér langar náttúrulega ekki að við borgum ykkur skuld eftir einhverja út í bæ Pótur og stóni þar eitt Þetta byrjar ekkert eðlilega vel Vá, já, æðislega byrjun Finnst þið líklega að þú myndir kalla Bessastaði Bossastaði þegar þú allir rassakall Nei, það gæti verið barnalegasta spurning sem ég heyrst í sögu spurningakjarnanur Þetta er You're better than this, Egil sko. Nei, ég myndi ekki kalla Bessastaði Bossastæði þegar rassakall Ég veit þetta vant Þessi var samt svolítið góð hjá Ég stundi því svo Egil, fatt ekki að fullt af fólk að hlusta það Já, hann gleymið því Ég myndi skammast mig fyrir að segja þetta á djamminu Það bara á, segjum við sætum bara núna á Tres Locos þannig að fá okkur aðeins svo mikið og ég myndi segja bara, herru, myndi ég kalla Bessastæði Bossastæði þegar svo miklu rassamenn svo myndi ég segja, herru, sorry með þetta var agalegt Það er náttúrulega hræðilegt að segja þetta off-air Þetta er bara að fyndið on-air Þessi brandari stendur og fellur bara þú myndi segja þetta bara við þrýr að keyri í bíl og einhver myndi segja þetta það væri mjög slappu brandari Það er svolítið ég að vera með uppgöndar ég var bylgjunar sko, því miður Já, það er kannski bara gett Það er svo eitt þá Hefur þú reynslu af því að reykja vindla, spila póker valda mikið fólk og hella í þig? Kannski ekki við valda mikið fólk Nei, en samt ég menna að þú ekki spila póker við þú veist, ég veit ekki, Simavil eða eitthvað svona, þú veist, high roller Ég aldrei spila póker við Simavil Ok, einhvern skilur Já, alveg með reynslu því Hvað er valda mikið fólk? Já, þú veist, þetta þarf ekki endilega að vera einhver ég er ekki að tala um einhvern fórsetar ráðherra en bara svona, þú veist, einhvern Já, auðvitað maður spila póker Er það ekki? Jú, báðir punkt og það margir fórsetar í maður research hafa verið því svo Harry Truman, Roosevelt, Nixon þeir voru mikið til að spila póker og mökka sig Clinton var ekki bara graður heldur elskaðan skyndibita og átti að til að hlaupa á McDonalds að ná sér í burger og það gerði hann starfsmennar sem sá örgæsluna gráharða bjóð til álur vesen hlaupa frá gæslinu Elskað þú óhóllar mat það mikið og þú var líklega að hlaupa frá bossastöðum að hambúrgarabúðum Nei, ég myndi aldrei hlaupa frá bossastöðum á skyndibitastað Það er að gera Það væri ógeðslega skyndið Þú er líklegri og hljósbæði við eins og hálfmarathon og þú er mjög svangur En ég er mjög líklegur að ég væri fórseti og maður væri að fara einhvert og bíllinn og maður myndi keira fram og segja henni reyna að stoppa þessi lúni Það er pottitt En myndir ekki hlaupa og the security fara á hliðin allir eldaði En ég get lofa þér, ég myndi alltaf vera að tínast eitthvað á og til Ég myndi alveg kíkja bara í, þú veist vera að fara í kringluna og ég myndi ekki næna að hafa eitthvað öryggisgæslu með Þetta er drullu spennandi Þeir eru, eins og staðin núna er jafn líklegur að vera king or president Myndu þið vera með driver? Alltaf, það var best að við vorum fórseti En er það þegar þú verður að hella í því alla daga? Nei, bara maður getur sullað þess Nei, þú veist, þú getur nýtt, þú setur aftur í og getur unnið og svo getur bara verið að svara mailum eða þú veist, að fá það síkó eða beverage eða eitthvað Mér er svo leiðilegt að vera farþegi í bíl ef ég er ekki fullur, sko Þú veist, ef ég get keist Þú ert fórsetið, þú ertu fullur 24/7, sko, það er vinnaðinn Ég var nægt að spóði hvort þetta væri sullir í, sko Því að ef ég gæti keist, þú veist, þá myndi ég bara vilja keira Guðni TH hafði þann frábæra eiginleika að myndast mjög vel Ert þú það heppin að þú myndast mjög vel? Það er nú misjátt Veit ekki vel, ágætlega Eru þið með svona betri hlið Þú myndast bara drullu vel sko Vinstri held ég, það er nú ekki alltaf betri af fólki Vinstri hlið Ég held að segja það flestir held ég En stendi þjóð með yfir að skeggið og allt búin að poti í 45 minnur heima Gast alveg vel maður, smá pot og svo er bara hendi góðan Paris Ég minna þú veist það er hægt að ef ég tek double Paris og er á góðum degi þá bara er allt í lagi Það er ekki nættilega Paris sko, minnst þú vera að ofmeta Paris bara rosalega hugulegu, það er ekki Paris Paris er bara, þú veist, þú tekur bara mynd og svæpar eins til Paris 3-3 Þetta ekki verið svona spennandi áður King Henry VIII of England var mjög graður hann giftið sér 6 sinnum og svo var hann mjög paranoid og hann hélt alltaf að vera eitra fyrir sér
Ert þú eins og King Henry VIII? Anskot, ég steindi komin yfir Ég held ekki að sé alltaf eitra fyrir mig Ef þú ert með paranoiður, ef þú væri fórseti þá myndir þú pottitt halda það. Já sko, ef ég væri fórseti Það er bara hver held í þetta glas. Þú veist, hver eldra myndir nenna eitra fyrir íslenskum fórseta? Kannski einhver. Engin Þú þyrftir að vera, þú veist, ég skilða að þú ert fórseti Bandaríkjanna, þá hefur meira ágjörð Þá kemur þú bara með þinn einn drikk. En ég get samt sagt þetta svo margar af þínu nájum. Þá get ég oft sagt bara, hver heldur að sé að fara að gera þetta? Já, ég meina, sko Það meikar eitthvað sens, þetta er bara nája. En staðan er samt bara þannig í dagdringin Sko, þú leggur ekkert bara frá þér drikk og ferðið frá honum í korter. Gerir það ekki? Nei, en ég segi út president. Fólk á ekki að gera það. Fólk er bara að kaupa sér nýjan drikk. Þannig að sko, Steindi, við erum alltaf að fara að gefa þér punktana. Já, alltaf. Það er út inn í lead, Stóni. Takk. Og það er 2 eftir. Myndið að henda þig vel að búa á bossastöðum því að þú ert vanur að búa í mansions. Nei, Nei. það er ekki sagt að ég er í raðhúsi. Hvernig hefði að báðum myndu að punktana? Þú veist alveg að bestastæðir, fólk býr ekki þar, það sem þú ert að hugsa sko. Það býr við hliðina. Við fengum þetta staðfest hérna frá frambíðandi. Það er bara það sem þú tekur á móti gestum og þar inni er bara mjög gaman. Nú sens við þið blöð að jafna þetta. Það var í geggja fyrir næstu kostningar sem eru hvað langt, byrjuð, hvað 4 ára allavega. Já, en ef að hérna þessi vinnur verður áfram, hann er 8 ári þessi keppni aftur. Við erum ennþá hérna þá. Já. Það er mátt ekki 4 ára festi. Já, en ef að þessi vinnur ætlar að rönna áfram, þá er bara automatist bara, það er enginn að pakka því saman, bara áfram, hann tekur 8 ári þessi keppni aftur. Hefur einhvern verið jafnlaður og svo þegar einhver spurði út í það, þá neitaður. Við bara skoðum auglýsingar. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færir ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og talandi Túborg Léttöl þá er TC eða Túborg Classic komin í 0,0%. Það verður ekki dýrar en það. En já, og svo er Keiluhöllin að sína úrslitaleikin í meistaradeildinni á morgun. Pantið ykkur borð á Keiluhöllinni. Hvað er skemmtilega að fara í pílu, keilu og karaoke allt á einu stað? Já, sko Það er deg og förn á morgun. Söðakraukur bara nötra. Þetta er bara Líkurnar að sé úrslitaleikur Champa League og kostningar the same goddamn day. Þetta er alvöru dagur. Þetta er rosalega. Þetta er þannig helgi að Ævar fucking Gudmundsson er hérna inn í stúdíu hjá okkur og var að henda í vodka Red Bull. Þetta er þannig helgi. Þetta er sönnsæ. Kveikt á Ívari. Ég var ekki ljúan einu. Nei, ég var bara að fá mér smá smakk. Við erum að klúra þessu. Það er staffapartí og við erum ekki að fara í að vera með. Á öllum hæðum, allir í búningum. Við erum að fara að skemmta Grindvíkingum. Já, ég veit það. Sko, hversu oft höfum við talað um að það er allt og sjálfgeft í dag að ná Ívari í alvöru gís og það er að gerast núna. En við hafum verið góð stemming hjá okkur. Það er alveg blanda. Það er 75-25 blanda hjá þeirra Gudmundsson. Það má ekki meira mikið vinna þetta. Við erum líka alltaf sagt að það er miklu harðar en við á bylgjunni sko. Já, það er alveg geisla. Þitt faglega mat. Hvernig heldur að við verum breytt úr F9 blöði 3 í gír og farðir á bylgjunum? Það er eitthvað pínu skrítið stundum í spurningakefni hjá þér, þannig að við þurfum eitthvað aðeins að uppdata hana. Þá skulum við skoða það. Með þessum orðum ætlum við að kveðja í dag. Takk fyrir hlustunna og já, ég er bara geggjaða helgi. Það eru forsetakosningar og megi bara besti frambjóðandi vinna. Það er ekki þannig. Jú, það er bara nákvæmlega svo. Og sama hvernig staðan er, við sögum það í byrjun þáttar og þá er maður aldrei full eftir helgi. Nei, sko, ef minni er ekki að svíkja mig þá er búið að bjóða okkur í mat á Bessastöðum. Ég held að allir frambjóðar hafi lofað því, þannig að við sjáum til. Það er vonandi standað við það eftir kosningar. En já, við töluðum svo rosalega lengi áðan í þekkið ekki að við skuldum auglýsingar hér áður og kveðjum. Takk fyrir í dag og minnum á blökastið á þriðjudag. Topp tónlistarstöðin FM 957